En við ætlum að fjalla varma í kvöld og það snillingarnir Ingo og Hrafn sem ætla að leiða okkur í allan sannleikann varma og vonandi tekst þeim að fræða ykkur og selja ykkur veðilega á vefsölunni í leiðinni. Og svo minnum við á það að það ókeypis skrá sig í Stangafélagið í kvöld. Það eru miðar á barnum og á endanum og svo líka að þú skráir þig á sofr.is fyrir miðnætti, þá engin inngangsgjöld. En ég ætlum ekki að mala lengur, bara minna á tilboð á barnum og allt það og bara Hrafn og Ingo, bara take it away. Jæja, góð kvöld. Ég heiti Ingólfur og með mér í kvöld Ég heiti Hrafn. Hrafn. Ekki allir búin að fá sér hamborgara eða eitthvað gott að borða? Allir sattir og sælir? Ég veit ekki með ykkur en af því að nú langt leið á mars. Ég orðinn helviti spenntur. Ég alltaf á hverjum vetri þá reyni ég að bara vera rosalega rólegur, anda með nefinu allan veturinn og segi bara að þetta allt að koma. En síðan bara þegar mars kominn, þá ég svona, mér hlakka svo til að fara að veiða. Og eina af þeim ám sem að gott að byrja veiði sísonið á Varmá sem bara rétt við bæjardyrnar hjá okkur. Það hægt að taka strætó. Og Hrafn veit það því að hann hefur oft gert það. Ég byrjaði ekki að veiða Varmá fyrir en 90 eitthvað, ég man það ekki. Þá var engin strætó sem gekk þangað, þannig að ég þurfti að fara á mínu eigin bíl. En við ætlum aðeins að fara yfir ána og reyna að skipta kannski svona umræðinni svona niður eftir árstíma. Því að áin náttúrulega á sér, við getum sagt svona 3 andlit. Það náttúrulega vor, sumar og haust. Og hún mörgu leyti ólík eftir því hvaða árstíma við veiðum hann á. Og hvað ætlum við að gera meira? Við ætlum aðeins að tala veiði aðferðir og nálgun við veiði, flugur og annað sem að kannski okkur dettur í hug eða ef það eitthvað sem að þið viljið spyrja þá endilega gera það núna. Þannig að við skulum reyna að hafa þetta kannski svona meira í staðan fyrir að við séum bara að messa yfir ykkur og megið þið spyrja alveg eins og þið getið og komið með einhverjar ábendingar eða eitthvað sem þið viljið segja. Ef þið væri til í það. Nú, við erum að byrja hér á, nú þurfum ég að búnaði fyrir vorveiði, þannig ekki. Og þarna eitthvað uppsett. Einhverjum finnst þetta nú kannski vera bara eitthvað sem við gerum í svefni en við skiptum þessu svona niður að fyrir straumfluguveiði erum við að tala millihraða stöng, ekki satt? Jú, eða hraða. Þetta náttúrulega bara eins og flesti vita oft skítaveður á vorin og svona þannig að í straumfluguveiðina fínt að vera með þokkalega hraðastöng. Hvað púpuveiðina varðar að þá, ég veit ekki hvort að margir átti sig á beautyum við það að hafa lengri stöng. Þannig að í staðinn fyrir þessa hefðbundnu 9 feta finnu sem svona go-to fimma fyrir flesta, að þá 10 stundum 11 feta stöng, það svo sem sjaldgæft að sjá þær. En því nær 10 fetunum sem þið komist því betra. Þetta býr til meira reach, ef að svo móðið komast, getur mentað stærri sem að býr til betra rek. Þannig að eins og ég segi, að gera að vera með svona stangir í lengri kantinum fyrir púpuveiðina og þetta var svo sem ekkert eitthvað sérstaklega við Varmá, heldur og því náttúrulega vatnsmeiri sem áin að því betra að vera með lengri stöng. Nú þessi glæra sem við erum með uppi núna með búnaði, hún er svona almennt fyrir allt árið.
Þetta eru þessar löngu stangir sem við notum hérna á Íslandi, ekki flestir, flestum finnst nú 10 feta stöng löng, gerir ég ráð fyrir. En það farið að reiða sér svolítið til rúms að vera með lengri en 10 feta stöng við búbuveiðar, þannig að til dæmis 11 feta stangir eða rétt rúmlega 10 feta stangir hafa reynst mjög vel. Bæði er gott að veiða með flotlínu, með þessum línum, þar sem að, eins og Hrafn var að lýsa, við náum miklu betri, við getum laga línuna betri í straumnum, við getum haldið lengri línu af straum. Þannig að þegar maður fer að nota svona stöng við andstreymisveiði þá sér maður strax og finnur strax hversu mikla yfirborð hún hefur yfir styttri stöngum. Og það getur oft skipt sköpun, hvort að við verðum að ná reki sem að virkar eða ekki. Þetta hljóma kannski ekki mikið þessi auka 30 cm, en það er ótrúlega hvað það meina. Og þeir sem að prófa þetta, þú finnur þetta leið hvað þetta auka fett og hvað þá 2 fett bæta við í rauninni stjórnina á línni. En, afhendi sagt það, 9 feta stöng, hún dugar líka alveg. Ég veitti með 9 feta stöng árun saman og hugsaði aldrei neitt annað, datt ekki í hug að vera með 11 feta stöng og ég náði alveg að setja í fiska, þannig að ég efast ekki að aðrir gera það líka. Af hverju eru með mismunandi indikatorar eftir hvað vatnsæðin er? Það fer eftir, þú kemst upp með að vera með stærri indikator þegar það er mikið vatn, til dæmis að vori, ef það er gott vatn. Talum ekki ef það er eitthvað skol eða litur á vatninu, þá fælur minna með stórum tökuvara. Og þegar ég tala um stóra tökuvara, þá er ég að tala um þingamabobbir. Það vita allir kannski hvað það er nú bara eins og flotholt. Þeir eru til í ýmsum stærðum. Þegar vatnið er orðið, þegar við erum komið með glærara vatn eða veiðistaði sem eru stiltari, það er meiri flatara vatn, þá eru limmiðarnir betri. Þeir fæla síður fisk. Því að í þessari veiði eins og margir í annarri veiði þá skiptir svolítið miklu máli að styrkja ekki fiskana sem við erum að reyna að setja í. Þar er munurinn að þessu. Mikið vatn, þingamabobbir, lítið vatn, limmiði. Og þegar við segjum limmiði þá erum við að tala um hvað? Orvis, 1, 2, 3. Góðir. En bara, það sem að flýtur, það gengur. Þetta líka gerir það verkum að, þú veist, þó þessi logn og ætti að vera auðvitað að kasta, þá hugsa við síðan fæstir og ég er þar með talinn bestu kastarar í heimi. Þannig að svona límmiðatökuari, hann fyrirgefur miklu frekar lélegt kast heldur en nokkuð tíman eitthvað flotholt sem að smellir þetta niður í leikna stað eins og niður á bökkum til dæmis. En er ekki nóg búnaði mikið eða? Nema sem er á glerunum. Fyrir mitt leyti að mér finnst búbuveiði sérstaklega með tökuvara langt skemmtilegri heldur nokkuð tíman straumflugveiði, en það er ekki þar með sagt að straumflugveiði virki ekki. Búbuveiðinni þá 9 til 12 feta taumar. Ég vona að þetta komið þokkarlega fram á glærunum, með taum, kónískum taum, þá er átt við partinn frá fluglínunni fram að það sem kallaði tippbett og á tippbettin festist flugan. Þannig að þú nýtir alltaf saman, þú ert með samskeytið á fluglínu og kónískum taum og þar framan á ertu með samskeytið og þetta í rauninni kemur í veg fyrir það að þú vinnir á kónísku taumnum og sennilega eins og margir vita að þá, þú veist, ef þú búin að skipta 10 flugur eða 8 flugur eða eitthvað, að þá var 12 punda taumur sem var kónískur, hann er kannski orðinn 18. Þá ertu komið með svona, þú ert búin að breyta svolítið virknin í taumnum og því sem þú vilt veiða. 9 til 12 feta taumar segi ég.
og þar framan á bætur við þessu til. 2-3x, það eru þetta frá Ríó sé 3x einhver 8,5 pund. Þannig að við erum ekki að, þú ert lítið að púpa með 15 pund taum. Enda ef þið hugsið ykkur flugu númer 14 þá er núturinn á 15 pund taum svolítið stór. Framlengingin, hún getur verið 100, 120, 150 cm. Niður í fyrstu fluguna eða einu fluguna, það fyrir alltaf eftir því hversu margar púpur þau vilja veiða. Ég og við veiðum mestmengnis með 2 púpur, stundum 3, og það fyrir rauninni eftir því bara hvar þú heldur að fiskur liggi. Á vorin vorin og haustin er svona líklegra að liggi nálægt botni eða í miðju í rauninni, miðjum vatnsdálknum, ef svo má orðið komast. Og þar leiðandi ertu með púpur sem sagt neðri flugan þín viltu að veiði við botn og miðflugan þá 50, 60, 70 cm vor og þess vegna ertu með þessa 50-60 cm á milli flugna. Já. Þarna erum við að tala um hérna tauma fyrir straumflugur eins og hefur reynst allavega okkur vel. Af vori, ég held að kom það ekki fram hérna áðan á glærunum en þetta væri fyrir vorveiði sem við erum að tala um núna. Ég held að við skoppað þarna yfir einhverja glæru hjá okkur en við erum satt að tala um vorveiðina núna. Er þetta ekki almennt? Við erum ekki alveg komin að þakka. Nei, ok. Þetta er svona... Ég er aðeins komin undan, þetta er almennt hérna. Já, þannig vegna þess að ég veiði svo sjaldan á hérna með sökkenda en ég geri samt hérna sérstaklega snemma á vorin og seint á haustinn og það er náttúrulega þegar eins og varmáin hún getur verið rosalega mismunandi í vatni, hún getur verið alveg niður í grjóti og alveg glær og þá náttúrulega getur gleymt í að vera að kasta einhverju straumflugu eða ef þú ætlar að veiða með straumflugu þá þarf þetta að fara alveg rosalega varlega og þá þurfum við að tala kannski um óþyngdar straumflugu númer 10 en gefum okkur að sé búið að vera einhverja leysingar eða einhverja rigningar, einhverja vorrigningar og það er gott vatn í ánni og hátt vatn og frekar kalt og þá er nú gott að vera með sökkenda. Því við viljum koma flugunni niður, fiskurinn er svolítið botnsækinn á vorin eins og Hrafn var að lýsa með púpunni sem við þurfum að koma niður að botni að það er að sama með straumfluguna að sjóbirtingurinn hann svona snemma hann er ekkert hann lyftir sig kannski ekkert mikið upp og tekur flugu í yfirborðinu hann er miklu líklegri til að taka straumfluguna nær botni. Þess vegna eru stuttir sökkendar í þessari á algjört gull og það er náttúrulega þessi á hún er ekki djúp. Það er hægt að vaða yfir hana svona flestum stöðum. Í miklu vatni þá kannski þarf þetta taka smá vatni inn í vöðlur en það er samt hægt. Sjaldan sem hann flýtur upp. Ég geri það vísu, en Hrafn aldrei sko. Þannig að stuttir sökkendar og við erum að tala um frekar hraðsökkandi enda, er það ekki? Hvað erum við að tala um? Sökkhraða? Það sem ég nota er bara hraðasti sökkhraði sem þú færð semst fyrir utan tíenda og þetta er rauninni út úr skýrti þá þannig að ef þið ímyndið ykkur að hendina á mér sé flugulínan hún er fljótandi ofan á vatnsyfirborðinu ef þið eru með langan sökkenda og hvað þá hægsökkandi að þá verður boginn í rauninni óbúslega mikill þannig að þið í rauninni eru það sópa svolítið langt svæði af ánni og segjum að fiskur taki ekki fyrstu straumfluguna sem er kastið að í næsta kasti á eftir að það var sökkendinn svo langur að það er rauninni allar líkur því að sökkendinn fari í fiskin eða á það svæði sem að fiskurinn er líklegastur til að taka en því hraðari sem sökkendinn er og sömulegis því styttri sem hann er þá náðu því í rauninni aftur þetta er flugulínan þá náðu því í rauninni óbúslega kröppu horni og svo danglar flugan hérna á milli þannig að svo tekur skrefið eða 2 skref eða 3 skref eða hvað sem þið gerið að þá er svo krafthorn á sökkendanum að þú ert ekki að sópa jafn stórt svæði eins og þú myndir gera með lengri sökkenda og
Guð má vita hvort þetta skiptir máli eða ekki, en ég held að þetta skiptir máli, sérstaklega í svona lítildi á. Og ofta því að hún er óbúslega tær, þannig að eins og ég segi, þetta er svona 5 til 7 feta sökkendar, er það sem ég miða við. Og þegar við erum að, þegar að tala um sökkenda þá er það er náttúrulega að kaupa sökkenda sem þeir setja framan á flugulínur og það er alveg fínt, en það er náttúrulega til líka línur með áföstum sökkenda, svo kallega svona sinktipplínur sem að ég held að, jú, þær fást örugglega með svona stuttum endum líka og þær eru alveg jafn góðar. En kosturinn við að vera með lausa sökkenda sem þeir getur skipt út er að það getur verið með eina línu, eina stöng, skipt yfir í sökkenda þegar þá að viðurtekið hann af og setta á þá nælon eða flúorkarbontaum til þess að veiða til dæmis andstreymis með púpu eða ef við ætlum að veiða straumfluguna með flotlínu. Og þarna er uppskrift af taum, bara mjög einföld uppskrift af straumflugutaum sem er, hvað settum við þarna, meter eða ekki? Jú, meter 1,5. Það er 25 pund, 20 pund, maxima taumar mjög góðir í þetta. Við þurfum ekkert að vera með einhverja rosalega granna og fína og netta tauma í straumflugunni. Fiskurinn ef hann er að fara að taka straumflugunni þá held ég að skipti ekki miklu máli hvort þú ert með 25 pund í bött eða 18 pund eða 14 pund. Þessi taumur hins vegar, hann hjálpar okkur rosalega vel að leggja fluguna vel út. Af því að hann er þykkur og böttin, það er að segja endin sem er næstu flugulínunni, hann er mjög stífur. Þá sem kemur þar á eftir, hann er aðeins grennri og aðeins á mýkri og síðan endum við á flúorkarbon eða nælon í hvað 15 pundum er ekki svona standard, 15 til 12 pund eitthvað svoleiðis. Nei, því að tökurnar eru oft mjög ofsamfengnar. Þið sjálfsagt kannist við að hafa lent í að missa fiska í tökum. Þannig að það er gott að hafa bara tauminn sem sterkastan í straumfluguveiðinni. Sko. Við erum ekkert að fara að fæla fisk sko, með svona sterkum taum þegar við erum með risastóra lufsuflugu kannski á endanum. Hann sér bara það og ræðst bara á hana. En við erum komin núna erum við búin með búnaðinn í bíli. Þó við komum eitthvað aðeins inn á það aftur og eftir. Og nú skulum við bara vinda okkur í vorfiðina, Rafn, eða ekki? Jú, við skiptum sem sagt, hverju tímabili fyrir sig meðal annars hvaða veiðistæðir eru öflugastir á því tímabili. Eins og við sjáum að það er ekkert að segja að það séu margir kjarnastaðir sem gefa ofboðslega mikla veiði, en það þýðir ekki að það sé hægt að reykja fiska á mjög mörgum stöðum. Þetta eru stöðabreiðan sem að sennilega flestir hafa heyrt af nokkur kílómetri fyrir neðan þjóðveg. Það er teljarinn sem er 2-3 kílómetrum neðar, sem er þokkaleg fyrirstaði ánni og myndar hún nokkra vænlega hylji. Það er gamla stífla, margir rugla þessu saman. Þetta er ekki sami staðurinn. Gamla stíflan er öðrum kannski 2-3 kílómetrum neðar, þar sem að mjög gamlir svona viðarstólpar standa upp úr ánni og enn niðar að þar eru bakkarnir. Þetta er kannski, hvað skal ég segja, þetta er tækifæri ykkur til að spyrja svona út í, af því að þetta er náttúrulega bara slikla á stóru í þessari kynningu. Þannig að þið sem hafið veitt þarna eða viljið afla ykkur upplýsingar hvernig er best að veiða þessa staði. Hvað er í bakkarnir? Hvað byrja þeir? Bakkarnir eru í rauninni ekki á þessu korti. Það eru þarna nokkrir staðir sem eru svona misvænlegir, en bakkarnir eru í rauninni, hvorki bakkarnir og gamla stífla sjást á þessu korti. Þetta er korti sem gefið, en skilst það sé nýtt kort í vinnslu.
þetta sem sagt gamla stíflan svona fyrir þá sem að vilja skoða þetta og loftmynd og já, og bara einhvers konar öðrum kortum, að þá sem sagt, þið sjáuð hérna beina kaflan sem þarna alveg neðst á myndinni. Gamla stífla í rauninni svæðið frá því þar sem að þessi skurður endar, þar sem að sést ekki á myndinni, en hérna mjög auðvitað að sjá þetta og þið takið eftir þessu ef þið komið ákvað. Eins og ég segi, stöðubreiða stöðubreiða það sem ég myndi kalla annar af aðalstöðunum. Menn geti verið missammála mér hvað var það orðiðina, en hérna það hefur, allavega frá því að ég byrjaði að veiða þarna, hefur stöðubreiða svo til alltaf verið svona brúarstólpi í vorveiðinni í Varmá. Miklar líkur að því að það sé að það er auðvitað að komast þangað og margir tala hana. En þetta er staður sem að bæði sjóvörtingur stoppar á niðurleið og það hangir þarna alltaf staðbundin fiskur allt sísunum, bæði staðbundin urriði og bleikja. Og svo þetta sömulegis einn af fyrstu stöðunum sem á laxarnir stoppa. Teljarinn eins og ég segja, þetta er ekki sami staður og gamla stífla, en hérna þetta fyrirstaða sem að þarna í ánni í rauninni undir brú. Það gamalt teljari sem að myndar þarna trekt, þannig að þetta frá nokkuð fyrirstaða fyrir fiskinn til að ganga upp að hausti. En þarna fyrir neðan eðlilega myndast, svo sem eins og oft í flestum brúarhyljum, myndast stóru mikill hylur og þar fyrir neðan nokkrir staðir sem að klárlega vert að kíkja á. Gamla stíflan og bakkar það má ekki segja að þetta sé einn staður. Þetta er miklu frekar talað svæði þegar það skráð á gömlu stíflu og bakka. Gamla stíflan sem í kringum hana svo sem fínn staður fyrir ofan, en beint fyrir neðan gömlu stífluna þetta lítur út fyrir að vera álitlegt, en maður tekur sjaldnast fleiri en 1-2 fiska þarna upp úr. Það sem átt við með gömlu stíflu í rauninni, hvað er að segja þetta langt? Þetta kílómetrar. Frá í rauninni stíflunni sjálfur eða frá þessum skurðurinn endar og niður. Niður að bekkum eða? Nei, bara svona niður fyrir það sem að þú myndir kalla præmsvæðið í gömlu stíflu. Já, þetta er svona kílómetr, eitthvað svoleiðis. Já, þetta kílómetr. Þetta náttúrulega þrengingar nokkrir, hvað ætlum ég að segja, tveir vænlegir hyljir þarna fyrir neðan. En ef vatnið þannig að það myndast einhvers konar strengur út frá einhvers konar horni eða þrengingu þetta þarf ekki að vera mikið, alveg alls ekki. Klikkaði á því að hendin þetta mynd þar sem að allir strengurinn sjálfur sé ekki meter. En allt sem að brýtur upp vatnið þýðir sennilegast að það sé einhvers konar struktúr þarna undir eða hólbakki eða eitthvað þvíumlíkt. Og ef það gott vatn þá allar líkur því að það sé að minnst einn fiskur. Og þá þetta fiskur sem að stoppar yfirleitt í stutta stund á niðurleið og hann þá yfirleitt fýsileg bráð. Bakkarnir í rauninni óbúrslega svipaðir. Það ekki sömu skil á milli veiðistaða og eru upp í gömlu stíflu. Gamla stífla það örlítið meiri aðskilnaðar á milli veiðistaðar og meðan bakkarnir eru í rauninni enn blandari, en það gildir eiginlega frekar enn meira, eins og maður segja, að ef það myndast einhvers konar brot eða þrenging eða eitthvað sem ykkur finnst álitlegt, að þá örugglega fiskur. Og hvet menn eindregið til að kasta í rauninni bara á hvað sem er. Það ekki þó það séu skiltið þarna að þau geta allt eins að vera merkt í meðalvatni og svo í miklu vatni fiskurinn einhvers staðar alls staðar og svo öfugt. Þannig að það ekki endilega fara eftir skiltunum, heldur miklu frekar farið eftir eigin innsæi og reynið að lesa hvað bakkarnir bjóða upp á. Þetta svæði sem hafa búið að tæla hérna upp svona það sem virkast svona á vorin. Og ef að því við erum komin hérna niður á bakka og við höfum eftir aðeins kannski að við vorum með einhverja leiðarlýsingu þegar ekki að því hvernig við komumst þarna niður. Já.
En ef við hugsum bakkana sem er neðsta virkasvæðið á vori, þá það er kostur við bakkana líka annar, það er hrygningafiskur þarna sem getur verið, maður getur hitt á hann, það getur verið erfitt að finna hann, en það er oft mikið geldfiski hins vegar á þessu svæði. Og geldfiskurinn, hann færir sig, hann er mjög færanlegur, þannig að þú getur verið að veiða einhverja beygju sko klukkan 2 og það er ekki sporður þarna og þið komið aftur eftir klukkutíma og þið fáið 15 fiska á þessum sama stað. Því að þá er bara komin hann að torfa af geldfiski og geldfiskurinn hann getur verið vænn alveg upp í 60 cm. Já, ríflega það. Og ríflega það. Og hann er að flakka þarna á þessu svæði, á þessum neðstu svæðum og hann hreyfist mjög hratt. Ég hef séð göngur þarna af geldfiski og ég hef ekki getað sko hlaupið með henni þegar ég verið að reyna að halda í við hana til þess að ná úr henni fiskum. Hún gekk svo hratt upp ána og ég held hún hafi verið jafnfljót niður aftur þarna seinnipartinn. Hann náði kannski einum fiski úr þessari torfu þegar við hittum á hann aftur. En hann er ekkert alltaf hérna á ferðinni, hann getur líka lagst bara einhver staðar, þannig að á þessu svæði er erfitt að benda á einhvern ákveðin veiðistað eða hyl eða beygjur, því að hann getur verið hvar sem er, en ef þið finnið fiskinn, þá er mjög líklegt að þessi komin hérna, þá eru þið kannski búin að finna einhvern stað, einhvern 100 metra kafla, þar sem heldur fiski og þá getur verið mjög skemmtilegt. Hvað glærir uppi? Er ennþá þessi? Já. Sko geldfiskurinn þetta er ekki sko þetta er ekki hrygningafiskur sem er að ganga inn á sumri eða hausti. Já, ég hef ekki ég hef alveg reynt að reikna það út en hérna og svo hef talið mig að vera alveg með þetta en fiskurinn kemur svo og segir mér bara svona, þú veist. Það er alltaf þannig. Þetta er óútreiknanlegt. Ef ég vissi hvernig það væri þá myndi ég, þú veist, þá væri ég ekki hérna, ég væri veiði í Varmá, sko. En hérna, það er bara um að gera að reyna og þegar maður er kominn þarna niður eftir, þá er góð leið að vori að veiða sig niður ána með straumflugum. Og ef þið verið varið við fisk, að því stundum kemur hann eftir flugunni eða kemur í fluguna, þá er alveg fínt bara að skipta og fara yfir í púpauði. Þá er bara slaka hans á, taka bara, þú veist, ganga 10 metra inn á land, sko, og niður fyrir staðinn sem þið urðu varið við fiskinn og reyna síðan að púpa, því að maður næri yfirleitt miklu betri afla þannig, eða maður fær einn fisk þegar maður hefði ekki fengið neitt. En það er góð leið, að því þetta er stórt svæði, það er ágætis leið að leita fiski með straumflugum. Og færa sig bara hratt niður og hérna bara með flotlínu og bara leita og maður hreyfir stundum við honum þó hann hérna taki ekki fluguna, maður verður var við hann. Það er oft leið til þess að finna fiskinn. Og svo bara þegar maður er búinn að staðsetja hann, þá bara slaka maður á, opnar eitt bauk, fer svo bara niður fyrir, setur á púpu, tökuvara og veiðir sig upp. Og ég er að tala kannski bara að fara 10-20 metra niður fyrir staðina sem að hérna þið eruð vör, sko. En hann getur verið hvar sem er. Mér langar pínlítið að bæta við af því að bakkarnir eru og gamla stíflás sem líka eru sem sagt inn í frístæðinu eins og skiptingin er núna út af þessum eiginleika þessa svæðis að hérna fiskur getur verið allstaðar og það er ekki einhverjir það er erfitt að skipta svæðinu við einhvern ákveðinn stað þannig að ef það er fleiri en ein stöng á veiði þetta niður frá þar sem að menn sem sagt eru ekki í sama hópið þar að segja, þú veist, 4 einstaklingar eða whatever með 2 stangir að í staðinn fyrir að æða þarna, þú veist, einn æðir niður með straumflugu og mætir öðrum á leiðinni upp sem þá öllum búin að veiða með straumflugu og menn svona frekar reyna að skipta þessu sem sagt þannig að báðir aðalar
hafi í rauninni möguleika á því að veiða sig niður og upp, en að því að þú veist aldrei hvar fiskurinn er. Þetta er nokkra kílómetra svæði þar sem er í rauninni mjög góð veiðivon á flestum stöðum. Þannig að ef í rauninni menn, þú veist, í staðinn fyrir að, eins og ég segi, í staðinn fyrir að einn arki alla leið niður til, vitandi það að það er maður 50 metrum fyrir ofan sig eða hvað sem það er, að hann taki það bara þá ákvörðun að stoppa eftir 500 metra eða kílómetr eða 1,5 kílómetr og að sama skapi gefur þá hinn aðilinn honum tækifæri til að veiða sig upp sama svæði og hann er búinn að veiða og þannig skiptir menn þessu í staðinn fyrir að eins og ég segi, einn maður hlaupi niður allt svæðið og hafi svo tækifæri til að veiða 1/10 af því upp en maðurinn á eftir honum komið með jafnvel sömu flugu veiði sama svæði á sama hátt og á þá í rauninni óbúslega sambandlega mikla líkur á því að fá fisk. Nú þetta eru hérna bakkarnir og þeir kannski hérna eru búin að geta ykkur til, þeir sem ekki eru búin að fara þarna nú þegar þarna niður til, að þetta er svolítið lapp, að það er svolítið að ganga og hérna þetta er samt ekkert eitthvað hérna óyfirstíganlegt en það þarf aðeins að hérna slíta vöðluskónum og það er auðvelt að villast þarna. Ef einhver hérna fara þarna niður til og lent í skurðum og þið kannast við þetta. Það er eiginlega... Skurðir eru meira en mannhæða djúpir, það er búið að reyna það. Það eru þarna skurðir sem eru manndrápsskurðir. Ég er viss að hérna að það eru þarna nokkru veiðimenn en það er bara, þú veist, suma veiðimenn, það saknar þeir enginn að þeir hverfa, sko. Þannig að hérna, en við erum hérna búin að ekki fara yfir skurði. Ég var ykkur við því. Það eru skurðir hérna, ekki reyna að fara yfir þá nema sé brú á þeim eða plonki. Það er hérna, þetta eru botnlaus stí og það er sérstaklega menn eru einir. Það er nógu erfitt hérna, hvernig heldur mér gangi að draga þennan mann hérna upp úr skurði hérna þegar hann er kominn upp undir hendur í drulludý. Það er sá veiðidagur, ég er alveg búinn á eftir, ég get ekki kastað í marga klukktíma eftir það. En við erum komin hérna aftur upp í efsta svæðið hérna. Já, þetta er í rauninni bara, þú veist, það er lítið að segja þessa glæru, þetta er í rauninni, ef menn vilja taka mynda þá er það kannski optimál, þannig eru gefnar upp sem sagt. Já. Það nálgast þessa glærur eitthvað eftir þetta? Það er einu síðan í Stokkhólmi eða eitthvað? Eru þetta nálgast þær, segirðu? Já. Sigþór. Sigþór. Það var hægt að nálgast þessa glæru þarna. Já. Leiðarlýsingar, já. Já, þetta er svolítið mikilvægt glæra, það er auðvelt að vindast á leiðinni þetta niður til. Þetta er frekar illa merktu slóði og hérna, en eins og ég segi, þetta er svona leiðarlýsing sem við gáum á bestu getu. Já, en þetta er samt hérna, að því við byrjuðum hérna efst í ánni og við ættum hérna niður á bakka og svo sjáum við þessari glæru aftur, þá eru leiðarlýsingarnar miðast við, hérna efsta er stöðabreiðan eða ekki. Ég held að flestir eiga nú að geta rata þangað þannig greið leið þarna niður til. Það sem hann tekur afleggjarinn þarna niður hjá eldhestum. Er það ekki og svo strax aftur til hægri. Jó, þið sjáum tengivirki á hægri. Já. Og þið keyrið eins og þið séu að fara því nema keyrið þann veg á enda. Ekki alveg á enda, það er hægt að keyra þarna smá drulluslóða, auka 15 metra, ekki keyra hann, það er mjög auðvelt að festa sig. En það er bílastæðið og það er hægt að ganga þarna niður að þarna eldustöðinni og að því við erum að tala þessa veiðistæði, það er ekkert vitlaus hugmynd sko að skilja þar bíl eftir. En það fer svolítið eftir svæðaskiptingu náttúrulega hvernig menn hérna dragast á svæði en ef við erum að veiða sem sagt stöðubreiðuna þá eigið þið held ég allt svæði niður að teljara. Ég held ég fari rétt með. Já, og það svæði sem að hérna er allt það svæði frá stöðubreið og niður á teljara, þær eru ótal beygjur og litlir pottar. Þið verðið að labba þetta og veiða, því þetta heldur fiski. Það er fiskur þarna á vorin, það er fiskur þarna á sumrin, það er fiskur þarna á veturnar. Nei, hérna haustin ætla ég að segja, og veturnar helst líka. Þannig að hérna, og þetta er ekki merktir veiðistæðir held ég sem slíkir, þeir bera allavega engin nöfn.
þeir eru breytilegir milli ára líka og flestir þessi staðir náttúrulega breyta sér svolítið mikið. Stöðubreiða núna er ekki svo sama stöðubreiða og vorum að veiða bara fyrir 3 árum. Núna síðast í haust var hryggur í miðjum staðnum, eða ekki, sem fiskurinn lá upp á, sem var þar ekki árað undan, það er bara möl sem er að koma niður og hún er kannski farin núna, þannig að það breytist alltaf svolítið hvernig við veiðum svona staði. En þessi staðir eins og hérna stöðubreiðan, hún náttúrulega hefur mikið aðdráttarafla því að það er fiskur þar, hann er stundum að sýna sig og þegar maður er að fá fiska og maður fréttir að veiði þarna. Þannig að það er rosa gaman að reyna við fiskana þarna. En allt það sem er þar fyrir neðan og niðra teljara, það skal reyna, af því það eru fiskar í öllum þessum beygjum. Það reyna þetta, þó það líti kannski ekkert út fyrir að vera eitthvað veiðilegt. Og þeir geta legið líka fiskarnir á stöðum þar sem maður á ekki von á þeim. Ég myndi labba náttúrulega frá teljara og upp. En ég veit að það er svolítið siður á Íslandi að labba alltaf niður á og veiða hana niður, þannig að ég tala þannig. En það hefur svo miklu kosti að labba ána upp, sérstaklega þú veiðir anstremis, þannig að þetta er alltaf að hlaupa niður fyrir fiskinn, veiða upp og hlaupa svo niður fyrir. Þá er maður alltaf eins og froskur sko, að fara fram og aftur. Ganga upp ána eða niður hana ef þeir eru að veiða með straumflugu. Niður að teljaranum. Ef þið ætlið að keyra þangað, þá er þetta leiðarlýsingin þangað. Það er skilti ef ég man rétt á veginum þegar þeir eru komið niður á Bæjarhverfisveg, eða ekki? Jú, það er sérst á vinstri hönd, Litli Saurbær og þetta lítur út eins og hestastígur en þetta er akvegurinn niður að teljaranum og þetta er bara þráðbeint vegur því þetta ekki þarna örlítil sveig alveg í byrjun þar sem að Stanguheiðarfélagið er með merktan afleggara, eða merkt skilti. Eitt hlið á leiðinni? Já, eitt hlið á leiðinni. Fyrir að passa ykkur, það er gerðið þarna alveg nánast ofan á teljaranum verið að leggja bílnum þar. Það er mikið hestum þarna á lausagangi og það geta verið hættulegir. En þá erum við komin hérna niður í teljaranum. Við töluðum aldrei hann annað en að þar stoppar fiskur á leiðinni niður. Þar fyrir neðan eru líka staðir sem geta verið virkir. Þegar þið horfið á það þá er þetta oft bara beint kafli, en ef þið labbið og skoðið þá eru oft rásir í mölinni sem að halda fiski og það er svolítið að lesa vatnið og svo koma beygjur sem að halda líka fiski sem eru góðar þar fyrir neðan. Aðalsvæðið þarna við teljaran er í rauninni teljarahylurinn sjálfur sem er bara beint undan teljaranum. Ef þið standið ofan á teljaranum eða brúnni og þá sem þið gengur á er beint undan brúnni, þið tekur hægri beygju og endar í svona nánast hringlaga hyl sem er ofboðslega djúpur og getur geymt alveg ofboðslega mikið af fiski. Og ég ímynda mig alltaf að þeir sem skrá fisk á teljara að það sé svona annarkvort á þessum stöðum. En eins og einhver segir að þarna fyrir neðan kemur þessi langi beini kafli. Þar fyrir neðan koma svona malanámur eða malagrifjur eða hólar eða hvað sem kalla þetta, ég sjá þetta alveg frá teljaranum. Þar aftur eru svona, já, góði staðir. Áan tekur, ekki alveg uppbeygju, hún tekur lítilvæði beygju og utan í barðinu austan við þessa malarhóla að það eru sömulegis góði staðir. Og það er alveg þess verið að labba í rauninni veiða allt frá teljaranum sjálfum og alveg niður fyrir þessa malarhóla. Þar fyrir neðan hins vegar er mjög langur beinn kafli þar sem áin nánast rennur í skurði og mjög sendinn botn. Þetta er alveg kjörinn staði fyrir flundrur. Ef þið hefur gaman að veiða flundrur þá farið þið þangað á sumri. En það fer ekki mikið sögum að þetta haldi fiski vor, sumar eða haust og hann gangi þarna í gegn. Það er raun og veru ekki fyrir en að komið það niður að gömlustíflu sem er þar töluvert langt fyrir neðan. Hvað er við að tala um klukktíma labb? Nei, ekki svo. Ég þykir þér rúlaði eitthvað á klukktíma. Þetta er kílómetr tæpur. Þarna niður til? Kílómetr, já. Frá upphafi þessar skurðar sem að sást á kortinu á og niður að gömlustíflu er kílómetr. Já, eins og ég sagði, klukkutími ef þið veiði, sko.
En hérna, þá þetta nú við, erum við búið með veðurstæðina, hvernig erum við að koma fólki niður á bakka? Það er erfitt að lýsa þessu eitthvað nákvæmlega. Það er höfðið þarna á hægri hönd sem heitir Núpshöfði. Þetta eins og ég segi, þetta stendur þarna, það er sem sagt Núpsvegur á hægri hönd þegar við keyrum niður til og þetta er rauninni fyrsti afleggjari til vinstri eftir það. Og það eru tvö hlið, vinstra hliðið gengur inn á sumarbústað inn í hrauninu, hægra hliðið sem gengur niður að bæði bökkum og gömlustíflu. Já. Þessari glæru verður postað á eventina á Facebook. Þannig að fólk getur... Hvert bílastæði? Jú, en það var einhvern tímann skilti held ég frá Stangarfélaginu þarna. Hvort það verður sett, eða hvort það er búið að setja upp ekki alveg viss. En það er sem sagt svona eins og hestagerði. Þarna sem að það er sem sagt grindur í hliðinu og það eru líka einhver vír sem maður þarf að taka niður til þess að komast þarna í gegn og setja upp aftur þegar þarna eru hestar. Ég veit nú ekki alveg eitthvað svona snemma á vorin, þá eru það kannski ekki mikið margir þarna úti en þegar það fer svona aðeins fram á vorið og sumarið þá getur verið svolítið að hestum að það gæta sín á því. Það er að setja gerðið upp aftur af það sem verkýringin þarna göttmannum? Þessi spurning varðandi gerðið niður á bökkum, hvort það er að setja upp hestagirðingu. Sigþór? Ég gerir bara ráð fyrir því. Já, grafa ornandi. Grafana, já. Fyrir með framkomin. En það er nefnilega tvær... Hægri bakkar, ég myndi ekki mæla með því, það er svo mikið drulla. Já, og það er það sem ég ætlaði einmitt að koma að, sko. Það er hægt að komast, það er hægt að, ef maður allir að fara þegar þeir keyri niður á gömlu stíflu bakka og þeir eru komin í gegnum þarna hliðin við þjóðveginn og eru að taka slóða niður eftir, þá komið þið að hliði og þá skiptist vegurinn. Það er að taka faran suður eða til hægri og það er leiðin niður á bökkum og þar við enda á þeim slóða er bílastæði. Það þarf að gæta sín svolítið á því á vorin ef það er snjór, sem ég vona að verði nú ekki vandamál núna, að það getur setið svolítið í, það eru svolítið dældir í veginum og menn hafa verið að festa bíla þarna þegar menn ætla að fara þarna að vera fyrstir þarna niður til 1. apríl. Og eitt síðan bróðurpartinum að viðurdeginum að losa bíl sem er ekkert skemmtilegt. En það er hins vegar hægt að komast aðra leið og það er hægt að fara, þá tekur maður bara veginn beint niður á gömlustíflu. Og þar er bílastæði og þar var hestagerði í fyrra. Þannig að það var hægt að koma bílnum sínum í skjól. Þaðan, ef það er horft beint í austur, þá sér maður göngubrú yfir skurðinn. Það er eitt stór skurður. Þegar maður er komin yfir hann, þá er maður eiginlega svona sloppinn við, eða þá er maður komin á stað þar sem maður getur nokkurn veginn verið farið þurrum fótum Það er best að fylgja þessum skurði síðan í norður og þá kemur maður beint að veðurstaðnum gömlustíflu. Þaðan er hægt að ganga niður alla ána og alveg niður á bakka. Og það er oft kannski bara einfaldasta leiðin í staðinn fyrir að reyna að finna leiðir í gegnum kíla og skurði frá bílastæðinu á bökkum. Því það er mikil drulla, það eru skurðir, það er auðvelt að lenda þarna í ógöngum, sérstaklega þegar það er komið fram á sumar og það er komið gras upp í mitti, þú sérði ekki einu svona skurðina lengur, fyrir þá félaginn bara hverfur og stangatoppurinn svona vinkar fyrir ofan grastoppana, þá er hann komið ofan í skurð. Þannig að aðgengið að þessu er ekkert kannski það er alveg leið sem hægt að fara ef þið eru með einhvern kunnugum, það er leið sem hægt að fara. Þar sem maður getur þarfsamt að vaða aðeins og komast yfir skurði hér og þar. En einfaldasta leiðin er að fara bara niður á gömlustíflu og labba síðan bara niður ána bara eins og leið liggur. Þetta er alveg bara, kannski bara hálftíma eitthvað niður til, 20 mínútur. Já, niður á bakkum? Já. Bakkarnir er svona, þeir miðast svolítið við, það er stór og mikill stálbiti í rauninni á vesturbakka árinnar og það er svona fínt að miða við að þar byrji raunverulega bakkarnir. Þeir ganga þannig alveg í rauninni
ég nýður fyrir þann sem þú mögulega kemst það, því að þannig svona frekar neðarlega á bökkum og þar er skurður sem að þú ert að labba nokkur hundruð metra upp í land til að komast yfir niður aftur. Þannig að svona fæstin en að leggja það á sig til að komast 4 metra. En gangið með bakka árinnar, svona 5-10 metra frá bakkanum, þá sleppum maður við skurði þangað til að maður er komin alveg vel niður fyrir þetta svæði kannski þar sem að bakkarnir í sjálfum sér enda. Þar kvíslast á henni utan stóran hólma og þar kemur stór skurður inn í ána sem að er ófær. Þar fyrir neðan er örugglega fullt af 20 punda sjóbirtingum, ég bara kemst aldrei hérna niður. En er það ekki gott með veðurstæði í bili? Ég held það. Einhverjar spurningar? Já. Bottom line það er eiginlega best bara að fara í strætó. Það er alltaf rosalega gott að ganga nógu mikið, sko. Mér minnir að síðasti strætóin farið af sjálf klukkan 9, þannig að þú vart bara mætti fyrir það. Svona, hvað varðar veiðiaðferðir og umgengni við veiðistæði. Hvað mig varðar og Ingo líka, ég veit það svo sem alveg, að við erum miklir upstream herrar. Þetta svo sem eins og í öllu öðru eða mikið vatn og hann notið stærri flugur eða lítið vatn og notið minni flugur. Hann á vorin er sérstaklega niður á bökkum myndi ég frekar mæla með minni flugum, reynilega því að ef það er lítið vatn og gott veður, það er þessi áin ligg að stór fluga eða stór tökuværi getur skemmt ansi mikið, sérstaklega því að þú ert að veiða upp og þannig að tökuværin og flugurnar splassi ekki á mikið. Hvað varðast umflugveiðina þá má nánast segja það sama. Við fórum hérna áðan í það hvernig okkur finnst best að svinga sér umflugum. En það virkar óbúslega vel líka oft að veiða þær nánast eins og púpur og draga þær örlítið hraðar heldur en straumhraðinn niður á hana. Þá er ídealt svo má segja að kasta upp fyrir þessi litlu horn eða þessa litlu struktúra sem ég nefndi hérna á og draga mishratt, ég meðal frekar með frekar hægt en það getur auðvitað virkað að draga hratt líka. Það er betra að vera með langan taum, bæði í púpunni og straumflugunni. Í púpunni ég er ekki endilega að meina langan taum frá tökuvára og niður í fluguna, eða langan taum frá flugulínunni og niður í flugun. Þannig að það geta verið 9-10 fet jafnvel frá flugulínunni og í tökuváran og svo eitthvað ekstra fyrir neðan. En þetta kemur í veg fyrir það að þegar þú kastar upp, þegar þú byrjar alltaf neðst, að flugan hafi tíma til að sökkva og veiða yfir það svæði sem að fiskurinn liggur án þess að flugulínan fari yfir. Af því að í svona liknu vatni og tæru og litlu að þú getur flugulínan stygt ansi mikið við það að fara yfir fisk. Þegar það er mikið vatn þá skiptir þetta eflaust ekki máli en þetta er svona þumalputtaregla sem að fínt að miða við. Þegar maður er að veiða með straumflugu þarna, saman hvort þessu upp eða niður, þá ég held að hugsa flestir taki eftir þegar þeir veiða þarna með straumflugu að það er ofboðslega algengt að fiskurinn taki þegar þú dregur fluguna beint upp með bakkanum. Þeir liggja í hólbökkum og við þessi horn og þetta. Þannig að í staðinn fyrir að leyfa flugunni bara að reka að bakkanum, strippa eitthvað pínu lítið, að draga hana þokkalega langt upp að þér, jafnvel nánast upp í standtófi. Þarna eins og svo sem Guðunabænum og alls þar annars staðar fara varlega á bökkum og í staðinn fyrir að þramma alla bakka upp og niður og fram og tilbaka, að vera á hnjánum og jafnvel vera á hnjánum 2-3 metra frá henni. Þetta bæði gefur þér tækifæri til að veiða saman staðinn aftur ef að þú verður var við stóran fisk og vill koma aftur og reyna að sækja hann eða bara að ef þú hugsar þér að maðurinn á undan gerði þetta þá verður meiri líkur fyrir þig.
Grunni kemur í veg fyrir þetta með því að kemur í veg fyrir að allt sé ónýtt þarna ef þú gerir þetta og það er að segja að allir gera þetta. Miklu skemmtilega að koma á eftir manni sem að fyrir vel svæði heldur en illa. Þá er það flugnaval, já. Við settum hérna upp einhvern lista yfir flugur sem við notum gjarnan. Það í sjálfum sér kannski fátt þarna sem kemur á óvart. Í púpunum erum við að tala púpur alveg stórar púpur að vori, erum við að tala kannski stóru púpur erum við að tala púpu númer 10. Stærð 10. Þannig að 10, 12, kannski oftast myndum við kannski vera með 12, 14, 16. En það allt í lagi stundum, fer eftir stöðum, en að sérstaklega á vorin þá og hérna allt í lagi að vera með stóra púpur. Og þá það neðsta púpan. Ef við auðum á 2 flugur, þá gott að vera með eina kannski, ég ætla að nota stóra púpu, ég nota Pheasant Tail nr. 10 fremst. Því að hún ber stóra og þunga tungstenkúlu sem sekkur hérna púpuna niður og getur dregið síðan þá ef ég með dropper þá með minni flugur sem getur þá verið 12 eða 14 jafnvel óþyngd. Það mjög oft þegar það hérna gefur fiska sérstaklega eins og á vorin þegar þeir eru svolítið botnsæknir en þeir eru samt hérna smá eins og vorfiskur vill vera, hann getur verið döðuglaður. Þannig að það gott að vera með smá glit í flugunum á vorin. Þannig að Pheasant Tail til dæmis, Frenzy útgáfan á honum með svona einhverju bleiku eða rauðu svona einhverju smá glitt kraga aðeins svona puntaður og rollan sem með náttúrulega svartur og rauður, mikið rautt í henni. Skvörmið þarna náttúrulega, klassík. Þannig alltaf síðasta val hjá sumum, fyrsta hjá öðrum. En hérna, hann alveg getur virkað á vorin. Blóðormar, þá erum við að tala svona lítil rauð vínilripp. Það fluga sem getur verið sterk í valmunni. Oft með eða án kúlu. Zebramits 14-16, það eru mýpúpur, svartur búkur, silfur eða rauður vír og svo útgáfa sem með hvíta kúlu hefur verið feiknasterk í varmáni, eða ekki? Jú, ef þið googlið hérna ice cream cone fly eða beethead eða whatever þá á að birtast myndafni. Það svo sem myndafni hérna seinna í glærisjónu, þannig að hérna þið fáið myndafni þar en þetta óbúslega einföld fluga, þetta bara rauður vír í búk, eða sem svartur búkur, rauður vír í ribb og hvít kúla og meira þarf það ekki að vera. Svo þetta bara þessar típisku hérna sjóbyrtingsflugur, Black Ghost og svartur dýrbyttur. Ég hef sérstakt dálæti á svörtum dýrbít og ekkert sérstakt dálæti, þetta eina flugan sem ég kastaði hann í orma. Það að segja straumflugan og hérna ég svo sem hef hann ekki alveg orginal, ég bæti við hérna chartreuse lituðum kraga fyrir framan sem sagt hakkunið en það eflaust bara dyntur í mér hérna, en svartar og hvítar straumflugur og bara whatever floats your boat sko. Ég, borsjóbyrkingu tekur að ég held flest ef þú styggjar hann ekki eða hann verður ekki var við þig og það kannski sérstaklega þá sem að smáa pöddur, hann hætti sig kannski frekar við þær heldur stóra straumflugur. Hérna, en eins og ég segi, svart og hvít hefur svona verið okkar go-to. Þetta var vorið. Hefur eitthvað bæta við það? Ég vil einhver spyrja frekar en einhver vill. Vorviðina, af því að hún nú bara hérna rétt handan við hornið. Við erum að byrja. Ein spurning hérna, svæðið fyrir ofan þjóðveg, það ekkert inni á vorin? Ég fengur spurningu hérna hvort að svæðið fyrir ofan þjóðveg sé inni á vorin. Það getur verið það, en ég man fyrst, það ekki eins og þessi áratugir sem ég byrjaði við varma á, en ég fór þetta fyrst 2009 með hlýnandi tíðarfari að þá virðist fiskurinn færa sig fyrr neðan jána.
Þetta náttúrulega á vorin og veturna sækir sjókökufiskur óbúslega mikið í dýpri og hægari staði, þar sem að orkueyðsla minni og svona. Það meira þessa staði neðar í ánni heldur en ofan. Þannig að svona mín tilfinning svo að hluti af fiskinum sæki strax niður eða fljótlega niður eftir hrygningar. Sömuleiðis, og ég svona nánast get staðfesta að leysingar skóla fiskinum að minnsta kosti niður hana, hvort þið skólaði þeim út, veit ég ekki. En á meðan ég var á það sækjast eftir opnunni, svo sem enduðum það bara einu sinni, en svona ef ég var að fara að veiða fyrstu daga í apríl, þá fór ég yfirleitt í miðju mars uppeftir, skoðaði í kringu golfvöllinn og Frost og Funna á þessa staði. Yfirleitt var fullt af fiski þar, en svo í eitt eða tvö skipti sannlega ég maður rétt, þá reis áin alveg óbúslega þarna milli miðju mars og fyrir opnun, og svo fer ég þarna 28. mars og þá var ekki stakur fiskur þarna fram. Og eini skýringi sem ég mögulega gat gefið var að leysingarnar hafi sópað henni niður til. En maður veit aldrei, veist, en þetta svona mín tilfinning sem ég hef haft bæði þarna og svo sem annar staðar. Já, ég verð að segja eftir að þeir opnuðu hérna fyrir vorfiði fyrir ofan þjóðveg þá hef ég kannski fengið 1 fisk eða eitthvað á vori. Nákvæmlega. Ég held að sé ekki meira og þannig að það er kannski, ég veit ekki, það er kannski bara ég, en það er ekki mikið að fiski þarna frá svona seinta vetri eða svona á vorin. Það hefur ekki verið hingað til, en maður veit aldrei, það er rétt. Sumarveiðin, já. Já, sumarveiðin og veiðistæðirnir þar. Sjáum hvernig glærurnar skiptu upp þar að við byrjum á Stöðvarbreiðu og færum okkur svo í rauninni niður ána en endum á Reykjafossi og Frost og Funna. Það má í rauninni segja að þarna skiptum við þessu eftir því hvað líklegast að sjóbirtingurinn sé miðað við árstíma. Það er að segja í byrjun þá myndi ég veiða staðbundið fisk í Stöðvarbreiðu og á svæðinu frá Stöðvarbreiðu og niður að Teljara. Ég setti þarna í svona sögnót eða neðangreinda punktstrengina og beygjuna, en sem sagt í Stöðvarbreiðu strengjum og beygjunni hef ég fengið í Stöðvarbreiðu strengjunum og beygjunni hef ég fengið þó nokkra laxa, þá sérstaklega 15.–20. júlí eitthvað svoleiðis. Á svæðinu frá Stöðvarbreiðu og niður að Teljara er allt árið alltaf að finna staðbundið fisk og oft mjög stóra urriða. Svo þegar svona líður á júlí, upp undir 15.–20. júlí eða þegar eftir vatnsmagn í ánni, þá getur gamla stífla og bakkarnir verið alveg stútfullu sjóbirting. Og þá er rauninni hrúast sjóbirtingsgöngurnar hann upp undir, en út af vatnsleysi þá leggja þeir oft ekki mikið lengra heldur en upp fyrir gamlu stíflu. Ef vatn með svona, betra móti, að þá keyrir sjóbirtingsgangan oft upp að Reykjafossi, stundum stoppar þar og það er alls ekki óalgengt að sjá óbúðslega fiskast reyna að stökkva Reykjafossin í lok júlí. Eins og ég segi það fer eftir vatni hversu vel hann gengur fossinn, en ef hún gengur ágætlega þá getur hann oft verið komin upp í Frost og Funna og stundum lengra þarna í lok júlí, byrjun ágúst. Við skiptum sem sagt sumurinn í júni, júlí og ágúst af því að það fer semst óbúðslega eftir árferði. Ef það er lítið vatn ef það búið lítið vatn þar að segja allt sumar, þá er minni líkur á því að sjóbirtingsgangan sé komin til dæmis upp í Frost og Funna. Það eru þó nokkrar líkur á því að hún sé að hluta til komin upp í Reykjafoss, en það er eftir að segja til það. Stundum var þetta ástand alveg fram í miðjan ágúst, yfirleitt þó farið að rigna þá og þá svona keyrist efra svæðið inn og þess vegna skiptum við semst haustinu líka í ágúst, september og október af því að þetta fer algjörlega eftir árferði. Það er með sumarveiði í Varmá og vatnsleysi, eins og Rafn var að tala það þýðir ekki að sé ekki hægt að veiða
en það þarf að fara einstaklega varlega. Oft einfaldar að finna fisk í litlu vatni því að hann á það til að bunga sig upp eða hann á að leggjast á ákveðna staði, á dýpri staði. Það oft auðveldar að ganga að fiski þegar það lítið vatn. Þegar það gott vatn í ánni þá dreifist hann meira. En það ekki þar með sagt að þó maður eigi auðveldara með að staðsetja hann að það sé auðvelt eitthvað að ná fiskum því að þeir geta verið mjög styggir, þeir eru stressaður oft. Ég veit ekki hvort það vegna súrefnisskorts eða birtu eða vatnsleysis eða þið veitir hvernig fiskar geta hagað sér í litlu vatni. En það er ekki bara sjóbirtingur í ánni á sumrin, það staðbundnu urriðar. Þeir náttúrulega haga sér eins og urriðar gera alls staðar annars staðar. Staðbundnir urriðar, þeir eru þarna allt árið og þeir þurfa náttúrulega bara að éta. Og þeir geta verið mjög aktífir og það getur verið mjög gaman að skjótast þarna austur og taka svona smá þurrflugudag þegar það er gott veður eða þegar það er hlýtt og mikið klak og þá kemur urriðinn er hann svolítið mikið uppi, þannig að það er svona tækifæri til þurrfluguveiði. Eitt sem ég vil skjóta hann inn í tengslu við þetta að má náttúrulega ekki gleyma því að áin heitir Varmá og býr yfir svolítið svipuðum eiginleika og Litlá í Kelduhverfi. Áin, ég held að lægsta hittastig sem hún ná yfir hávetur séu 8 gráður og klak á Mýi byrjar yfirleitt í kringum 8 gráður. Náttúrulega verður meira því hærra sem að hittastigið verður, en það er oft ekki, eins og kaldari svæðin, það þarf ekki marga daga til að fá fisk til að rísa meðan við aðra kaldari á, þar sem það tekur viku 10 daga fyrir vatnið að hitna. Þannig tekur mjög styttri tíma fyrir lífríki að taka svona aggressívan kipp í rétta átt. Og þannig að það sé stundum, bara góð sólarglanda í hálfan dag þar sem að það er lítill vindur og lítil vindkæling, að þá á réttum stöðum byrjar mýklak og hægt er að fylla við fiska með þurrflugu. En það er sem sagt, sumarið það þarf að fara rosalega varlega. Þetta er viðkvæmt svæði og þegar maður veiðir Varmá á sumri þá er þetta svona svolítið skríða hreinlega með bökkum, er á hnjánum, fara og gefa sér líka tíma í að setjast niður og bíða eftir að fiskur sýni sig. Þeir eru í dýpri stöðunum og það er nálægt dýpri stöðum, þannig að maður hefur kannski val það að arka og leita fiski og maður getur eytt tveimur tímum í það. Það er miklu betra að setjast niður í 20 mínútur. Bara fá sér bara nesti og sitja og bíða og svo sér maður gogginn koma og getur staðsett fiskinn og þetta er bara svona eins og þurrfluguveiði er víða annars staðar. Varmáin getur ekkert verið er ekkert verri þurrfluguveiði á heldur en Minjavallaleikur, nema kannski það er ekki mikið af stórum urriða í ánni eins og þar, en hann er þarna samt. Og eitt kostur líka er að það er lítil ásókn í ána yfir sumartímann, þannig að þú færð hana, það er hægt að fá hann oft alveg, þú getur verið einn í ánni og það er enginn búinn að veiða einhverja daga á undan. Það getur verið algjört gull, sko. Urriðar sem ég er að fá þarna svona yfir sumartímann, þetta er ekkert einhverjir risaboltar. Þú nú fengið ágætisfiska þarna svona stóra. Þeir geta verið mjög stórir. Þeir geta verið mjög stórir. Fáir en óbortlega stórir, en þess á milli er þetta, ég meina það fer eftir hvað kallast stóran fisk, þetta er óbortlega mikið, kannski 3 til 5 pund, ekki litli fiskar en engir 50 pund ára. Nei, við erum ekki að tala þetta er ekki svona sjóbirtings stærð, en fallegi fiskar og gaman að eiga við þá. Það er líka, við höfum ekkert minnst á það, en það er bleikja líka í ánni og það eru það eru örugglega einhverjir sem hafa sett í bleikju einhvers staðar. Ein heitir Jónatan og heima við rörið við fiskaldið. Kannist við hann? Já. En
þær bleikjur sem voru þar í stöðvabreiðunni og eru núna svolítið mikið til horfnar, sem betur fer. Þetta er ekki einu bleikjarnir í ánni, því að neðar í vatnakerfinu er svolítið að bæði staðbundinni og bleikju og sjóbleikju. Og sjóbleikjan á líka til að koma svolítið inn yfir sumartíman. Þannig að við erum kannski að sjá svona sjógengna bleikjur, 2-3 punda fiska, ekki mikið magnaðinni en hún er að koma þarna inn. Þannig að yfir sumartíman það átti alltaf möguleika að setja, það er möguleika að setja í bleikju, lax, sjóbleikting og urriða, staðbundin urriða. Það er gaman. Já, og ál, Þorsteinn. Já, ál líka, já. Það er hægt að bæta ál við, þá eru komið 5 og ef þið eru líka heppin á kannski flundru, sko. 6 fisktegundir. Ég hef veit flundrur, ég var með þess að mynda þig. Já. Þannig að það er ekki... Og regnbogasilung. Gleymum ekki regnbogasilungum, maður. Ég er bara hættur að telja. Það er töluvert mikið fjölbreytni í tegunda í þessari á. Það er ekki að segja hana. En yfir sumartíman þá er helst að hitta á sem flesta tegundir. Þá eru kannski fiskurinn að minna fisk í ánni. Það er kannski sjóbirtingurinn ekki mættur eða í litlum mæli. En staðbundið urriðin er á staðnum og sjóbleikinn á það til að koma inn. En það er að gera að fara varlega og þá er eiginlega bara púpuveiði og ekkert annað sem að gildir. Og við höfum verið að tala um tauma, styrkleika eða þyktir. Að 3x er svolítið svona það minnsta sem við förum í þegar við erum að glíma við sjóbirting. Þannig að það er hægt að setja þarna í stóra fiska sem slíta auðveldlega. En yfir svona hásumarið í litlu vatni þá fer ég enn grennri taum með það. Þó að sé kannski ekki stundum fyrirmyndar að vera með þrist og 5x taum og setja í 10 punda fisk. Eða 14 punda. Það er aðeins svo mikið hlaup. Við erum komin hérna aftur að hvert á að keyra eða hvað á að leggja. Þessi glær er alveg eins og hinn, henni þau eru báðum postað inn á eventin og þarna þetta eru rétt örnefni þannig að þú ert ekki að vera með annað en Google Maps til að finna þetta. Það er svona að skipta svo til, eða hoppa svolítið yfir þessar staðsetningaglærur þar sem þau eru postað inn. Já. Já, spurningin var sem sagt hvort við séum að veiða frost og funa fyrir ofan fossinn, eða ofan stífluna, eða fyrir neðan. Bæði, en aðalstaðurinn 99% af fiskum sem veiðast þarna í frost og funa er fyrir ofan. Þetta er svona, það er hver sem að bublar þarna í fjárbakkanum, í klettinum og hvað ætli þetta séu 15 metrar þar fyrir neðan? Já, eitthvað svoleiðis. Já, það er bara eiginlega alveg niður að brotinu á stíflunni. Já, en sem sagt hotnið, það er svona aðal hotpottin er svona smá pottur sem er allans sé ekki 15 metrar fyrir neðan þennan hver. Og þið sjáu þetta alveg þegar þið komið þarna, en þetta fer auðvitað eftir vatni hvar hann er aðalega. En svona aðalstaðurinn er þarna rétt niður undan þessu hotni. Nei, neðar. Nei, neðar. Já. Það er allt það. Það getur náttúrulega verið fiskur út af hittapottinu og þar en það er svona, hann var betri hérna einu sinni. Það er eins og hann hefði grínkað eða einhver djöfn. Er það nær fjárfaktorinn sem við var eða? Þannig að niður undan hotnin er þetta bara beint niður undan í en þar fyrir neðan þar er svona leiðir þetta með bakkanum, svona fjær bakkanum, nánast niður á stíflunni. Hvað var það veiðað fyrir unginn og veiðslóð? Þetta er sem sagt ekki verið með þrist. Það er umlögt. Það hann fisk á 7 feta þrist og það skemmdi uppbyrjunina. En stórkostlegur fiskursósum, einhvað síður. Á sumurinn er þetta andstæmisveiði nr. 1, 2 og 3. Þetta eru aðeins grennri kóníski taumar og aðeins grennri framlíkingar eða tippet heldur en undir hann á vorun og haustinn. Einfallega vegna þess að án getur verið allt upp í 20-22 gráður og þá getur verið alveg óbúslega erfitt að veiða þarna nefnum með óbúslega litla kúkur og granna tauma. Hvað tökuvara varðar, þá eru límiða tökuvarnir allsráðandi yfir sumarið nema í óvenjulegu árið þar sem það rignir endurbrennisteyr
eða þá þurrflugur og þá helst nýsjálarska aðferðin þar sem að þú sem sagt bindur framlíkinguna í buginn á þurrflugunni. Á þessu tíma, sérstaklega þegar komið inn í júlí, þá getur verið óbúslega mikið slí á mig. En einhverju hluta vegna stoppar það sjóbreytingin alls ekki við að rusla þarna undir. Og það getur verið alveg óbóðslega pirrandi að veiða en oft launar manni þolinmæðina að hanga við. Og þannig að þó að þessi slí eða ég er erfitt að veiða þá borgar það sig algjörlega. Slíi getur gert það að verkum að straumfluguveiðin er ekki inni. Það er náttúrulega vatnsstaðan segir það líka. Eitt í samleiðin á apríl og maí. Já. Alveg bullandi byggingur ennþá alveg út maí. Já, spurningin var sem sagt hvort það væri sjóbyrtingur í ánni alveg út maí. Hrygningarfiskurinn að megninu til farin út, ég myndi segja 10. maí. Það ennþá stök og stóri fiskar að ganga niður. En á neðstu svæðunum geiturinn flós og fjör og geldfiskurinn þarna á rúli upp og niður allt árið. Og á vorin, sem dæmi, við höfum báðið lent í því að ég held að 15. maí, 20. maí eitthvað svoleiðis að það er ekkert að gerast, maður dæmi þetta alveg steindaut, svo þegar maður veiði niður, svo veiði maður upp aftur og allt í einu rekst maður á í einhverjum stað stökkvandi fiska og þú veist, maður tekur 11 eða eitthvað. Þetta er ekki stæðstu fiskarnir, þetta er ekki, þú farið enga 8, 10, 12, 14 punda fiska en þetta er oft svona 2 til 5 pund, eitthvað slags. Og alls ekki leðilegt í góðu verði í maí sko. Þannig að geldfiskurinn getur verið þarna á upp og niður við allt árið og svo sem það eru fiskar þarna sem af því að áin er svo hlý að þá eru fiskar þarna sem að ganga upp og niður til hrygningar á ótrúðustu tímum og ég hef verið að fá fiskastundum í apríl sem að sýna sem sagt bara greinileg merki hrygningarfisks. Þetta er ekki stærstu fiskar, þetta er kannski 4 til 6 punda fiskar en þetta eru að ég held greinilega fiskar sem að greinilega komum fyrir mánuði síðan. Þetta er eins og að veiða fisksettingar. Þannig að það er alltaf séns á því að fá stóra fisk og uppleið eða niðurleið en svona megninu til er þetta geldfiskur á flakki. En aftur á sumrinu. Hvenær gengur sjóbyrtingur svona til hrygningar, svona almennt séð? Einu svona, pínlítið hærra. Hvenær er sjóbyrtingurinn að ganga til hrygningar, svona almennt séð? Sko, hann gengur í ána. Já, hvenær gengur sjóbyrtingurinn almennt séð í ána? Til hrygningar. Fyrstu fiskarnir eru stundum að koma miðjum júní. Fyrstu fiskarnir. Ég var einhvern tímann að lesa að fólki þarna, ég held að það er 16. frekar en 17. júní. Við vorum í einhver bleikjurúki þarna niður í Stöðabreiðu og gekk ágætlega svo sem en við enduðum sem seinnipartinn í Frost og Funna á hótelinu þar að borða. Og ég ákvað svona, fyrst ég var búinn að skila fólkið að mér að rölta upp yfir, rölta upp í baulu og þangað upp yfir. Og þetta var ekki margir fiskar, en þetta voru 3 sjóbyrtingar sem að alveg pottþétt sá, stóri fiskar. Og eins og ég segi, þetta var í miðjum júní og ég veit ég til þess að þú segir nú kannski frá því sjálfur þarna þegar Englandsleikurinn var. Já, byrju nú við, ég man ekki eins og niður, ég man aldrei dagsetningar sko. 24. júní, 2000 og eitthvað þegar Ísland spilaði við England sko, það ekki? 2016? Já, ok, ég var að veiða, ég var ekki að horfa á leikinn sko. Þá voru komnir, á þessum degi, á þessu ári, voru komnir stóri birtingar upp á neðri svæðin í Varmánni. Það voru upp í Stöðvargriðu og Teljara. Við fengum hann 1,82 held ég. Og mistum annan sem var örugglega stærri. 95. Það var, já. Einhver hringdi með titrandi. Hann var stór fiskur allavega. En það er vitað því að það var Teljari einhvern tímann veiðistaðurinn Teljari. Hann ber nafn sitt að því að þar var Teljari sem taldi fisk
upp í gegnum þarna fyrirstöðuna sem er við brúna. Það er ekki svo langt síðan, sko. Þetta eru bara einhver kannski 5-6 ár síðan teljarann að tekið notkun. Já, en af því að það eru til einhverjar tölur göngu og af því að spurningin var göngu, hvenær er byrjað að ganga, að það er vitað að fyrstu göngurnar koma jafnvel seint í júní. Það eru svona fyrstu göngurnar sem eru mælanlega. Það eru einhverju fiskar sem ruslast upp og þetta eru yfirleitt stóri fiskar. Síðan koma nokkrar göngur svona yfir sumarið og þegar við erum að tala göngur erum við ekki kannski að tala 300 fiska, við erum að tala einhverja smá torfu. Já, samt sko, ég man eftir einhverju frétt, 1 eða 2, þar sem að mér gerði það verkum í endaði að kíkja á teljarann og önnur þeirra var í kringu 20. júlí, 25. júlí eitthvað svoleiðis og þá sem sagt á einu sólarhring gengu einhverju tæplega 300 fiskar teljarann og þú veist það hefði þá það er júlístraumur eða whatever. Seint í júlí. Já, seint í júlí kom eingangur og það var sem sagt stór hrygningarfiskur, stór 60-65 cm lús, var megin þorra af göngunni. Svo kom aftur einhvern tímann í miðjum september, minnum mig að það verið, kom önnur ganga sem var minni fiskur en sennilega hrygningarfiskur. Það var alltaf of snemma til að vera geldfiskur og of stórir, af því að meðallengdin var einhver rétt tæpið 60 cm eða eitthvað þvílíkt og þannig að svona allavega með þessar tölur sem ég man eftir að þá svona virtust þetta að vera 2 megingöngur en það var alltaf fiskur að tínast inn á milli í þónungur mæli. En það sem virðist gerast með þennan fisk sem kemur hérna inn er að hann hérna, af því að hann leggst kannski ekki á þessa staði sem við erum að hitta hann á sko í september. Þó hann sé að ganga, sem sagt hann er komin upp í gegnum teljarann kannski einhvern tímann í júlí og það fer eftir vatnsstöðu, ef það er lítið vatn þá er hann að leggjast einhvers staðar í djúpa staði og hann hreyfir sig ekki þaðan. Hann er hann í fossum eða í einhverjum gjótum og hann hangir þangað til að fer að hækka aftur í ánni. Þegar rigningarnar byrja kannski einhvern tímann í ágúst, þá fer hann að dreifa sér staðina sem við erum vön að sjá hann kannski í haustveðinni. Þannig að við erum kannski að hitta fiska sko í byrjun september sem eru búin að vera í ánni í 2 mánuði. Þeir eru bara búin að vera einhvers staðar í Reykjafossi eða inn í Baulu eða einhvers staðar þar sem er ekki hægt að veiða hann. Svaraði þetta spurningunni? Ok? Það er konið svo langt sko. Við erum í... Já, ræðum flugur. Þetta er... Ég legg mikla áherslu á það að menn haldi sér við það sem að þeim finnst vera confidence flies. Þetta er nú brot úr mínu bóksi sem er hérna hinum einn og því með til að láta það ganga strákar ef áhugið fyrir því. Þetta eru kannski 6 mismunandi tegundir sem ég er raunverulega með í bóksinu en mismunandi útfæslur á þeim í mismunandi þyngdum og stærðum. Kannast flestir hérna við Pheasant Tail og Frenzy er sem sagt bara Pheasant Tail með lituðum kraga. Zebra Mitts er þessi sem þið sjáum vonandi þarna á í vinstra bóksinu með hvíta hausnum. Ice Cream Cone sem við nefndum áðan. Mýpúpur og bösserar, þetta eru pílvillar, svartar, brúnar, svona jarðlitaðar flugur, oft með svona hvítu púffi framan úr. Og aðra þurrflugur og þá er bara klassíski klingkammerinn, hann er oft langsterkastur og þokkalega volduga kattis, kannski ekki kattis nr. 16 en þú veist, 12 getur verið oft öflug. Og svo er það í þessu litla vatni á sumrin að minni flugur gefur yfirleitt meiri veiði og samanskapið minni grænri taumar og svona léttara presentation. Og þó að, þú veist, hlutfallslega séð missir fleiri fiska á þetta að sumri til heldur en á sverari græjur að hausti til en þú vilt frekar setja fiskana heldur en að sleppa þeim. Þannig að þetta er svona helstu flugurnar og aðferðirnar eða það sem við mælum með.
Eins og ég segi, bóksviðið er einhverstað, þannig að ég rétti bara höndið þegar ég skoða. Þú mætti bara taka eina, hver er það? Já, ég mætti bara vilja eina flugu. Appelsínugul Frenzy. Í bara alla mína veiðihelli. En þú er góð. Hér að þeirra. Með gullkúlu. Heyrðu, haustliði sem er, ég hugsa að flestir segja sé já, perlan og vannýttasti sennilega tíminn í Varmá svona miðað við gæðin. Eins og ég sagði áðan, þá skiptu þessu sem sagt sumarveiðin upp í júní, júlí og ágúst og svo haustliðinni aftur í ágúst, september og október. Og það er hreinlega bara fer eftir árferði en þarna sem sagt í þessum hluta kynningarinnar þá miðum við sem sagt við að það sé gott lag, þannig að fiskurinn sé komin upp á efri svæðin í ágúst eða fyrir hluta ágúst. Þarna sjáum við veiðistæði sem eru svona inni að hausti. Er það ekki sama mynd á það? Það er spurning. Fyrirgefðu. Vantar ekki Ingo í bjór? Hann er kominn. Hann er með bjórn. Hvað segir, hver er hinn spurningin? Takk fyrir umhyggina. Var önnur spurning eða? Önnur spurning. Er það svo grín, er það ekki sama mynd og varst með á hana? Heyrðu, ég er 30 ára yngri en hann sko. Já, er þetta ekki sama mynd og áðan? Hann er bara með leiðindi. En á haustin þá, þessi staði sem vorum að telja upp, eru búin að vera að telja upp. Teljarinn, Stöðabreiða, Reykjafoss, Frost og Funi. Þetta er staðir sem eru líka inni á haustin. Það er alveg hægt að veiða alveg niður á bakka á hausti líka. Þó að það má kannski líka nefna það, áin er náttúrulega hefur mjög ólíkan karakter þegar það komið upp fyrir Þjóðlaug og sérstaklega þegar það komið upp fyrir Reykjafoss. Þá er áin miklu hraðari, þetta er miklu meiri af svona litlum hyljum og strengjum, meðan að niður frá er hún svona lygnari og breiðari og meira beygjum, hægari á öllu leyti. Þannig að sumir finnst miklu skemmtilegra að veiða svona hraðara vatn. Þannig að tæknilega er það kannski svolítið erfiðara. En að sama skapi er þetta áskorun. Og þarna eru náttúrulega að haustin stóri fiskar þarna upp frá alveg eins og niður frá. Þeir eru ekkert bara niður í Stöðabreiðu þó að getur verið pakkaði fiski þar. Og við erum þarna Frost og Funi. Við vorum bara eitthvað búin að tala um hann hérna áðan hvernig kannski hann er veiddur af því að það var nefnt að það væri fyrir ofan eða neðan þessa stíflu. Fiskurinn gengur náttúrulega þegar hann stekkur Reykjafoss, gengur hann beint upp að stíflunni við Frost og Funa og hann getur hangið það fyrir neðan í svolítinn tíma meðan hann að safna kröftum og áður en hann ákveður að stökkva stífluna. Hann er mjög erfitt að veiða hann þarna í fossinum. Það er hringstreymi, hann snýr oft með hausinn niður ána og sporðin upp að stíflunni og mjög erfitt að koma fluga á honum. En það er fiskur þarna. Ég veit að menn hafa náð góðum árangri þarna með sökkenda og straumflugum. Þannig því að þegar hann ætlar að taka þá tekur hann, það fer ekkert milli mála. Þannig að það er alltaf ekkert vitlaust að prufa þar. Svo náttúrulega Frost og Funi þar fyrir ofan. Það staður þarna, þið veitir hvar hótelið þarna, en ekki? Frost og Funi, hann kenndur náttúrulega við það. Hann getur haldið svolítið að fiski, hann stoppar þar oft þegar hann er búinn að ganga stífluna. En síðan hann líka að ganga þaðan áfram upp í baulu, sem ekki nefnt þarna, því það annar svona staður sem mjög erfitt að veiða, það sem fossin í baulu og hylurinn þar fyrir neðan. Þegar hann stekkur þann foss, þá rýkur hann yfirleitt beint upp í stað sem kallaði Friðarhorn. Og það getur verið mjög góður staður líka. Baula, er það þessi klass að koma niður þarna og... Já, þetta er svona nánast, hvað skal ég segja, jöfnabrú eða svona, þetta eru tveir klappar annars sem ganga svona móti hver öðrum. Það heitt vatn sem rennur niður í Já. mótina. Já, guð.
það verið að spyrja hvaða staður Baula og Baula eru þessi tveir klappar sem að ganga þarna út á móti hver öðrum rétt út af, þetta Fríðarstaðir sem staðinu sem að Fríður Hornin nefndi eftir. Það við sem búið að rífa þann bæ. Húsið stendur ekki lengur. Nei, þetta verða sennilega íbúðarblokkir í miður. Þetta er staður sem heldur fiski, hann er náttúrulega misjafn eftir árum og hann er misjafn eftir því hvernig vatnsstaðan er í ánni, þú veist hvernig maður veiðir hann. En hann hefur breytt sig svolítið, hann hefur breytt sig svolítið núna, hann var svolítið sérstakur núna í sumar af því að hann var alltaf, þessi staður var alltaf þannig að ef það var mikið vatn þá lág hann á ákveðnum stað og ef það var minna vatn þá lág hann á einhverjum öðrum stað. En núna er hann miklu dreifðar í staðnum og líka miklu neðar af því að hann er búinn að grafa sig svolítið niður, þessi hylur. Þannig að ég kannski, eina sem ég geti sagt er að bara reyna allan staðinn, byrja bara nógu neðarlega, fara nógu varlega og púpa þennan stað í spað. Þetta er Fríðarhorn sem það? Það er Fríðarhornið, já. Er þetta breiður staður? Nei. Nei. Þá er hún ekki síðan það. Þetta er ánáttúrulega Naufró er... Er það miðað við ána kannski? Nei, ég raun ekki. Þetta er frekar lítill staður. Hann blasir alveg bært við hérna, en hann er rétt út af svona hver sem er á Austurlandinu og hérna það svo kemur fram aðeins hérna í leiðarlýsingunni að leggur yfirleitt við þennan hveri. Þetta er undir svona smá höfða og ég myndi segja að þetta væri sennilega næst fallegasti staðurinn ef ekki fallegasti staðurinn hjá henni. Hann var ekki jafn góður og hann er búinn að vera núna í nokkur ár. Hann var alltaf eins fiskstaður en í dag er þetta orðinn fimmfiskastaður eða já, hvað kalla það. Er hann ekki djúpur þarna í? Já, er hann ekki djúpur? Jú, áinn sem sagt, hann kom svolítið sérstakt sísón núna fyrir, hvað 10 árum síðan? Já, þegar hún gróf sig svona... Já, í rauninni áður en það gerðist að þá var áinn, hún var svona steypulitur núna allt sumari og við það mynduðist alveg óbúðslega þykkir svona, ég bara nánast eins og steypuklumpa, það bara lítur út fyrir að það fyrir neðan staðinn hafi verið hægt út í einhvers konar stífusteinum eða steypuhafnum, en þetta er bara sem sagt leir sem að kemur á ofan af heiðinni. Hvaðan það kemur hef ég ekki hugmynd en sennilega eitthvað tengt Hellisheiðarvirkjun. Núna fyrir 2 árum síðan þá brotnaði upp úr þessu lagi sem var búið að myndast þarna á nokkur stöðum í ánni og úr myndaðist alveg óbúðslega djúp og vænleg rás þarna í Fríðarhorni og í rauninni eftir þetta var þessi staður alveg, þetta er svona eitt af gimsteinunum eða gullunum eða hvað svona kalla. Já, en það taka við staðir þarna hver að fætur öðrum þar fyrir ofan í raun og veru og alveg upp fyrir Gólfvöll. Það er Engahylur sem er nú ekki á þessum lista sem er þar fyrir ofan. Þið við kannski kannist við nafnið á honum. Það er hægt að keyra alveg niður á honum og leggja alveg við bakkann. Það er eins og brúarstólpi á Austurlandinu beint á móti þar sem hægt er að leggja bílnum og þetta er vissi ekki brúarstólpi, ég held að þetta sé borstæði gamalt. Þarna hafa einhvern veginn verið að gera tilraunir með boranir. Þannig er staður sem að sérstaklega ef það er mikið vatn þá heldur þetta svolítið mikið af fiski. Þetta er óskaplega skemmtilegur fluguveiðarstaður, sérstaklega að veiða með straumflugu eða votflugu niður fyrir sig. Af því að þetta er löng beygja og fiskurinn getur legið inn í allri alveg úr harða vatninu rétt fyrir neðan brúnna sem á veginum sem gengur upp upp á Gólfvelli og við erum að tala hvað alltaf séu margir metrar, 30 metrar eitthvað svoleiðis? Nei, miklu meira, 50 metrar, meira. Frá brúnni og niður í Já, það er lengra sko. Við erum að tala alveg 100 metrar, 80 metrar eða eitthvað alveg frá brúnni og niður. Helvíti kastaði ég langt maður. Ég held að það verið 30 metrar sko.
Sem sagt, það eru þarna nokkrir hotspotar, sem sagt, sko einkaheilurinn sjálfur er nokkuð auðleysanlegur, en fyrir ofan og nánast alveg upp að brú eru svona holur og skompur sem er algjörlega þess að við að kasta í sérstaklega í góðu vatni og þá með straumflugum. Það þarna á ákveðnum stað, hvað ætla það að segja, 30 metri fyrir neðan brúna sem sagt svona, það hvítur svona lófastór og kannski tæplega það blettur í grjótunum á móti ykkur. Það er mismunandi hvort þetta sjáist hérna í með við vatnsstöðu, en einhvern tímann hittum við nú kalla sem að köllum þetta augað og þar var í hóla og þannig hægt að tína upp oft einn og einn fisk og þetta er svona eina gæsalappa leynistaður þarna efst sem að óbúrslega fá að kasta á með einkaheilum og sérstaklega friðarlóðin þar fyrir neðan. Nú síðan fyrir ofan einkaheilinn, það rennur á hann undir 2 brýr. Það er göngubrú fyrir ofan sem sagt bílabrúna og það heitir brúarstrengur eða ekki? Sá veiðistund, gólfstrengur. Gólfstrengur var gamla skiltið, nýja skiltið er brúarstrengur. Ok. Þar stoppar fiskur líka. Þar geta alveg legið torfur á sjóbirtingi á haustin. Og þó það sé kannski ekki, þegar að torfurnar eru ekki þarna, þá geymir þetta oft samt einhverja fiska, þannig að þetta er staður sem að oft er þetta að tína upp einhverja fiska úr og er gaman að veiða og þá er staðurinn svolítið tvískiptur út af göngubrúnni af því að hún náttúrulega liggur yfir miðjan staðinn. Þannig að maður er búinn að slíta nokkra tauma þarna þegar maður er að festa flugur í brúnni. En það er þetta að veiða partinn sem er fyrir ofan göngubrúna og svo pottinn sem er fyrir neðan göngubrúna. Þetta getur svolítið lengt á sér og þó að maður fólk gengur yfir brúna hérna oft á dag, þannig að fiskurinn er svona svolítið vanur mannaferðum. Þannig að maður getur komist upp með því að rölta yfir brúna og kíkja aðeins í hylinn, en ef þú stoppar þá færir fiskurinn sig og lætur sig hverfa. Það er allavega svona mín reynsla. Við oft hugsaðum að vera bara með gólfkylfu svona á öxlinni, þykist vera gólfari og rölta yfir, þá fer fiskurinn ekki, hann heldur að ég sé bara að spila golf. Því það er svo mikil umferð yfir brúna, hann er vanur manni, en ef maður stoppar á henni, passið ykkur á því þá fælið þið fisk. Það getur verið betra að fara á þjóðvegsbrúna og horfa upp staðinn til þess að reyna að spotta fisk í hylnum. En hann leynir oft á sig, maður sér nefnilega, hann er nefnilega heildjúpur, maður sér ekkert alltaf fiskana sem eru þarna. Það liggja oft alveg efst í honum, þetta er svolítið sérkennur stað, það sem að mesta flúðin er og það sem að maður myndi ætla að mesta dýpið væri. Og það er þetta eiginlega örgrund og ef einhver stig kemur að fiskinum og þá keyrir hann sig þarna efst upp undir meðan mesta dýpið er undir göngubrúnni sjálfri. Og manni finnst einhvern veginn svona, mér finnst allavega megna að fiskunum sem ég hef veitt þarna og sett í, að þeir eru aðeins fyrir ofan göngubrúna og upp alveg í harða flúð. Og sömuleiðis að búa hlaða þarna grjótgarð sem að þrengir ána undir báðum brúnum aðeins upp fyrir göngubrúna. Þar í fjær landinu, sem er í suðurbakkanum eða vesturbakkanum, þar er annar með minni strengur og sérstaklega það er mikið vatn og þá verður stundum vera fiskur þar sem að svo sem er ekkert auðvitað að ná að því þú ætti að kasta yfir beljandan en getur oft verið fiskur þar sem að er eins og segja eitt svona gefinn fiskur á svarta dýpi nr. 6. Nú ef við göngum síðan upp ána frá þessum stað þá erum við að ganga meðfram gólfvellinum, förum fram hjá annarri göngubrú og komum þá á svona nokkrum litlum stöðum sem alveg verðt er að kasta í. En þar fyrir ofan er þessi staður sem heitir Ármót og hefur verið gennum tíðina alveg mjög góður veiðistaður því að hann heldur fiski frá því hann mættur á staðinn og eiginlega fram út allt haustið eða ekki. En hann getur verið svolítið getur verið erfitt að veiða hann. Þarna mætast kemur sauð á hann út í varmana og það er svolítið flókinn straumur þarna, þannig að það er svolítið erfitt að koma agni að fiski. En ekki ómögulegt og það er að gera að reyna. Veiðið
Já, sko, já, ég var sem sagt veiðu við staðinn öftri. og sunnan frá. Sko ég er nú ekki hérna úr hérna Hveragerði, en ég tala alltaf Vesturbakka og Austurbakka. Þannig að ef ég á Austurbakkanum þá ég sem sagt á golfvellinum. Eini veiðistæðurinn sem ég veit sem er gott að vera með hjálm. Af því maður eiginlega alveg inn á gríninu sko, þegar maður veiðir. Og ég hef alveg fengið golfkúlu sko bara Þetta ekki brandari sko. 50 cm hérna, það munaði svona 50 cm að ég fengi hana beint í bakið. En þá ég á Austurlandinu, en ég veiði náttúrulega upp ána, af því að ég að veiða andstreymis. Það hægt að veiða hana líka frá Vesturlandinu. Það fer bara eftir því, það eins og með annars staðar í ánni, það getur, ef einhver sem virkar ekki, þá getur maður alltaf breytt einhverju. Og eitt af því sem maður getur breytt bara hvar maður að veiða. Þú getur farið yfir ána og veitt hana hinum meginn frá. Þú getur fært þig bara 2 metra, innar á bakkann eða farið metur niður fyrir eða vaðið 1 skref úti, breytt aðeins horninu á kastinu sem þú ert að taka og þá breytir þú rekinu leið. Og það getur verið það sem að við erum svolítið að þreifa fyrir ykkur í myrkri þegar við erum að veiða svona andstreymi sem púpu. Við sjáum aldrei undir yfirborðið, við vitum ekki nákvæmlega hvað púpan að gera. En maður stendur bara á sama stað og kastar alltaf á sama blettin og gerir það í hálftíma og það gerist ekki neitt, þá er mjög líklegt að næsta hálftíma mun ekkert gerast heldur. En ef maður tekur 1 skref til hægri eða 1 skref til vinstri og kastar þannig á sama blettin, þá ferðu aðeins öðruvísi horn og aðeins öðruvísi rek og þá berst flugan aðeins öðruvísi að fiskinum sem við gerum ráð fyrir að sé í hylnum, af því að það eiginlega alltaf fiskur þarna. Þó sé ekki, kannski eru bara 3, kannski eru 20, ég veit það ekki, fyrir en ég kem að staðnum. En það að gera að breyta, þannig að það hægt að veiða hann frá báðum bökkum. Það fer bara svolítið mikið, ég get ekki svarað hérna alveg nákvæmlega, ég myndi reyna báðum megin. Það fer svolítið eftir hvað mikið vatn og fer eftir hvernig straumurinn ef það mikið vatn í sauðánni eða hvort það mikill munur á vatni, ef varmaáin grá og sauðáin alveg glær, þá eitthvað annað í gangi. Ég get ekki sett nákvæmlega puttan á það. Það er bara einhver tilfinning sem maður fær. Svo þarf maður bara að reyna að breyta til. Ef það eitthvað sem virkar ekki, þá breytir maður til. Maður getur skipt flugu. Það það síðasta sem ég geri, að skipta fluguna. Ég breyti frekar rekinu. Þetta ekki bara í púpuðinu, þetta í þurrflugu líka. Þú getur verið að kasta á einhvern fisk hann vill ekki taka af hverju því að rekið ekki rétt. En ef þú tekur hálft skref aftur og baka áfram með þetta hægri til vinstri og kastar á sama blettin, þá erum við að fá kannski örlítið einhverja breytu í rekið og það er bara nákvæmlega það sem þurfti til. Það eitthvað svona mikró drag á flugunni sem við sjáum kannski ekki, við vitum ekki af því, en fiskurinn hann sér þetta eða finnir fyrir það eitthvað sem ekki eins og á að vera eða flugan fer bara ekki nákvæmlega það sem fiskurinn vill hafa hana til þess að taka hana. Þannig að Vesturbakki, já, Austurbakki, já, sunnanvið, já, norðanvið, já, gera þetta allt bara, allt þangilega virkar sko. En þennan staðaveiðum getum að veitt frá báðum bökkum. Eitt sem langar að bæta við þegar þú veiða hann á straumflugu, guðanabænum ekki veiða hann á Austurbakkanum. Þá stígur ofan á fiskinn, eyðileggur bæði fyrir sjálfur í rauninni áður en þú veiðir staðina, þegar fiskur getur verið alveg óbáslega ofalega og þér aldrei að fara að detta í huga að kasta á hann fyrir þú komin nú of neðarlega. Þannig að ef þú ætlar að veiða með straumflugu þá fer miklu betra rek vestanmegin frá og þú ert ekki að fara að skemma fyrir þér eða öðru. Annað sem langar að bæta við varmáin sjálf heitir upp á helliseiðinni sjálfur, hún heitir Hengilsdalsá og þar eru hverir allt. Þannig að varmáin sjálf, hún hitnar oft óþarflega mikið og meðan sauðáin, hún að megnu til kemur rigningavatni eða snjólögum ofan hellinu og þannig að hún yfirleitt kaldari. Þegar það ofboðslega heitt, sérstaklega í ágúst og það lítið vatn í báðum á, þá á fiskurinn það til að leggjast nánast upp í sauðana og ef við komið að
staðnum sérst neðan frá, sama hvort það séu hérna vestan og austan megin, þá í þessum aðstæðum þá er allar líkur á því að þið sjáu fiskana hreinlega með bakið upp úr eða eitthvað þýðilegt, þegar þeir hrúast alveg upp í sérst kaldara vatni sem kemur úr söðanni. Þannig að ef við erum að læðast upp með austan megin að hafið augun opinn, sérst svona gjóðuð augun til hægri þegar þeir eru að veiða í litlu vatni, af því að fiskurinn getur lagst upp í nánast upp í söðanum og þú veist, við erum að tala á 20 cm djúpt vatn, bara til að ná í súrefni og kulda. Það er þarna eins og annar staðar í ánni, það verður að fara varlega og ég kannski sérstaklega þessum stað. Ég held að ég hef séð marga veiðimenn fram á bakkann, fram á hornið þarna efst á staðnum og þeir eru að kíkja ofan í að sjá hvort við sjáum einhvern fisk sem að maður er nú kannski hægt að kasta á. Og þá er bara búið að sprengja staðinn. Það er enginn að fá fisk þarna næsta klukkutíman eða 2. Þannig að þetta er eitthvað svona staður sem það þarf að fara mjög varlega. Það þarf að krækja fyrir hann þegar það gengir niður fyrir hann ef þeir eru að koma ofan og veiða hann upstream. Og eins og Hrafn var að segja frá Vesturlandinu með streamer og vera vel inn á bakka til þess að styggja ekki staðinn. Þetta eru viðkvæmir staðir. Og þar fyrir ofan, Reykjavík-Kotsbeygja, á leiðinni þangað er víst ágætis veiðistaður líka sem er löng svona falleg beygja sem heldur oft fiski. Það er eiginlega 2 sko. Það er sem sagt, einn af þeim er þannig liggur upp við Austurlandi eða Norðurlandi. Þegar mikið vatn þá getur við fiskur þarna og þó nokkrum stundum. Og eins aftur sem sagt, þegar áin rennur úr Reykjavík-Kotsbeygju þá keyrir þú sem sagt á Vesturbakkann eða Suðurbakkann. Og þarna getur oft verið fiskur, semst undir svona smá klettanös sem er þarna rétt fyrir ofan Finnendastað og svo frá svona girðingu sem gengur þarna út úr Vesturbakkanum ef það er gott vatn. Þarna, þegar það passa ykkur, það er mannýgur sérfjörhundur, rófulaus, sem er stórhættulegur og það eru fleiri en einn inni sem maður geta auðvitað á það. Þannig að passið ykkur á hann, hann er snaruglaður. Er þetta efsti veiðistöð? Það er hérna Silungaheilurinn eða svokölluð? Já, það er Reykjavík-Kotsbeygja. Já, hún heitir það just, já. Heldur fiski, það er hægt að fara ofar í ána. Geta verið fiskar þar víða, þeir eru dreifðir og getur verið erfitt að finna þá. En þessi staðir sem við erum búin að telja hérna upp, þetta eru svona staðirnir sem eru svona þessi helstu, sem að halda kannski svona fleiri heldur en 2 fiskum. Er það ekki? Já, ríflega það. Og ríflega það, já. Við erum búin að tala svo lengi að hann er að hóta að slökka á okkur hérna skjárinn, sko. Já. Ert þú með hérna hver að stjórna þessu? Það farið, já. Herðu, andstreymisveiði á hausti. Já, sem sagt, hoppuðum við yfir eina glæru og það er rauninni bara hérna leiðlýsingar og það kemur allt inn á íventinn. Já, nú erum við samt konur í veiðaðferðir og umgengni. Þegar þú ert að veiða á búbu, ég myndi aldrei fara minna en 3x-taumur. 3x-taumur er yfirleitt í kringum 8-9 pund og svona með við fiskana þarna þá ég myndi ekki segja að það sé gáfulegt að fara í grennri taum en það. Ef þú ætlar að veiða á sverari taum þá mátt endilega muna að grennri taumur leiðir minni flugur. Ef það er lítið vatn þá eru minni flugur oft gjöfular. Grennri taumur á auðveldara með að skera vatnsdálkinn og þar leiðandi þarftu minni þyngd til að koma flugunum niður. Þannig að það skiptir engu máli hvort þú sért að veiða með tökuvara eða með svokallaðri Eurolink aðferð. Að það breytir rauninni litlu máli ef þú ert með svona það grenst þess að þú ferð í 3x versus flugþyngd. Sérstaklega seint á haustin að þegar áin svona fyrir sitt kaldasta og nú veit ég ekki hvort það sé að því að það er búið að berja mikið á henni yfir sumartíman að fiskurinn getur verið
einstaklega botnsetning. Það nánast eins svona hverfi seint á haustin. Og ekki af ágjör, hann þarna og ef maður þrjóskast við þá er yfirleitt nóg af fiski ef maður hittir á rétta fluguna eða rétta framsetningu. Það sem ég myndi mæla með að vera með þunga botnflugu eða akkeri sem sem sagt neðsta flugan á rygginu eða framsetningunni og þar fyrir ofan eftir með sem sagt minni og léttara flugu og þyngri flugurinn dregur léttari fluguna niður. Eins og Ingólfsson sagði áðan og þarf ekki alltaf að breyta flugunni eða lengdinni í tökuvarnum heldur kastaðu pínuti með til hægri eða færðu þig eða breytu framsetningunni á því sem þú gera af því að flugurnar ef þú með fessan til og fessan til þá er þú sennilega best búin. Þetta er óþarfið að flækja þetta á mikið. Straumflugurnar eru ég myndi segja að vera vand með farnari á haustin heldur vorin. Mín reynsla er svo að í litlu vatni á haustinni getur verið bölvað og harkað að slysast í fiska á straumflugum. Aftur á móti ef það er mikið vatn á fiskurna til að dreifa sér og leggjast oft í svona litla skoppur og polla stundum á milli veiðistaða, stundum neðst í veiðistöðum, efst í veiðistöðum, allir gangur á því og það er sérstaklega þá sem straumflugurnar fara að virka svona raunverulega. Þarna einhvern veginn, í sumum áma þá virðist það kveikja einstaklega mikið í sjókningi að strípa flugur hratt. Mér hefur ekki fundist að vera svoleiðis þarna. Þarna einhvern veginn, þú ætti ekki að vera með stæðstu eða þyngstu eða belgmestu, búkmestu fluguna, heldur fáðu dautt rek, fáðu frekar hægt rek og veitu á hana við. Það er að segja ekki sleppa, ekki taka 4 skref á milli kasta, af því að þá sleppur einu steini og þar fyrir fram að geta verið 1 steinn þar sem að tökuverksverðin liggur. Þegar þú ert að veiða með straumflugunum, sérstaklega á haustin, þá ég ætla að gera það, ég er nánast hættur að kasta niður fyrir mig. Yfirleitt veiði ég annarkvort með stuttum sökkanda, 5 til 7 feta og mjög hratt sökkandi, eða hreinlega með flótlínu og mjög þungri lítilli straumflugum, alltaf svörtum bílbít og veiðuna nánast eins og púpu nema tökuvaralaust. Og það er eitthvað, mér finnst, það er eitthvað við þetta sem að fiskurinn hann fíla. Það er ótrúlega hvað oft hægt að pikka upp marga fiska úr litlu stöðum með þessari aðferð. Maður tekur svolítið oft eftir því að menn hanga svolítið við sömu staðina og trúðu mér, ég og við höfum margoft gerst sigur það sama en svona á endanum virðist hreyfanleiki vera besti kostur. Það þýðir ekki endilega að þú verður að hlaupa upp alla ána og veiða alla staði, heldur segjum að setja með bílu lagðana við Engahyllu og Friðarhóll að taka hálftíma í hvorn stað og hvíla svo í hálftíma, taka svo annan hálftíma og annan hálftíma eða eitthvað því. Þegar eins og ég segi, maður veit aldrei hvernig fiskurinn bregst við í fyrsta áreiti og þess vegna hefur reynst mér best að ég vera hreyfanlegur leginn út úr bílnum. Strippar þá strímurinn niður á hann? Já, strippa ég strímurinn niður. Ég drega hann í rauninni alveg eins og ég væri að veiða með púpu. Ég er bara ekki nógu góður í því. Það er að segja þannig að ég næ ekki að hreyfa hann á nákvæmlega sama hraða og straumurinn. En yfirleitt svona rétt rúmlega hraða straumsins. Ég er ekki að strippa niður eins og þú sér Ameríkaninn að gera með 20 cm langa straumflugur. Það segir strippaði niður með bökkunum, heldur í rauninni bara eins og púpu. Og það getur vel verið að það er ekki nákvæmlega að byrja að veiða straumflugarna með tökuvarna eins og ekki. Já, þetta er svolítið svona spurning að halda sambandi við fluguna. Þannig að þegar þú ert búinn að kasta henni upp í strauminn, þú vilt hafa strekkt á línunni og á tönnum og þú tekur alltaf jafnóðan slakan sem myndast þegar þetta rekur að þér. Þannig að þú ert alltaf í beinu sambandi við fluguna, þannig að hugmyndin er að hún sé að svona fara bara með straumhraða niður með ánni. En þetta, þú veist, stundum, þetta er ekkert auðvelt, en þetta er sem maður reynir að gera. Þannig að í einum fullkomna heimi þá myndum maður vera með alveg á réttum
sama hraða og straumurinn niður ána. Og svo annað sko þegar maður veiðir með straumflugu ætlar að veiða niður fyrir sig eða kasta svert eða hérna 45 gráður niður, þá þarf maður að hægja svolítið mikið á flugunni. Af því að það virðist vera sem að eins og sjóbörningur hann vill fá fluguna hægt og rólega að sér. Og þá gott að vera, þá sökkandinn góður í þessu, hann hægir svolítið á flugunni og það þarf maður svolítið að menda líka og vera duglegur að menda til þess að fá til þess að hægja á rekinu þegar maður að fara að veiða sko niður fyrir sig. Þannig oft miklu meiri vinna heldur en að kasta upp. Auk þess að þetta að vera alltaf stöðugt að menda kannski ekki alltaf gott af því að það getur stygt fisk. Eitthvað aðrir punktar með veiðaðferðir á hausti? Prófaðu Euronympa. Áin hérna eins og hömrið í Euronympa, sérstaklega þarna frá og hreinlega bara til æru, þú veist. Ef fólk það hvað skal við segja, geðveikt í þessu að hérna hún ennur að veiða 15 cm fiskar daginn, að þá fullkomið að fara að dumptir og Euronympa alla potta og alla pínlítla hýi, bara fyrir litlu fiska og bara på æfinguna. En á haustina þá megnaði þessum stóru stöðum, þessum aðalstöðum segi ég, fullkomið í þetta Euronympi. Hvað flugu varðar, þetta eins og ég sagði áðan að þetta snýst ægilega mikið svona confidence flies, bara ákveðið hefur þú trú á og hérna það sem þú leggur áherslu á að þú vígir veiðir yfirleitt besta því að þú veiðir yfirleitt veiðir betur með þeim flugur sem þú hefur trú á. Við töldum hann upp fessandeil, Hierera, 60 volts, blóðorm, Zebra með spík og rolluna. Stundum gefa hérna svona mýbúfur, silfraðar, svartar, gráar, eins og ég segi, þetta skiptir yfirleitt minna máli heldur en það er að segja útlit flugunar heldur en þyngd og lögun, ég myndi segja það. Brúnt eða svart eða grátt eða eitthvað svona jarðarlitað er auðvitað mjög sniðugt, en það fiskurinn að geta bara það sem að hún er best í umhverfinu en hérna svona hvað mittliti var það að þá nánast eina fluga sem ég nota fessandeil bara í almenni veiði. Hvað straumflugurnar varðar að eins og ég sagði áðan að það hafi svartur dýrbyttur alveg óbúslega sterkur. Ég veit ekki hvort að fólk kannist við svona kellígrín náflur, þetta er svona ég veit ekki hvernig best að lýsa þessu, ég held að þetta heitir bara kellígrín. Þetta er svona veiðivatnafluga, hana og svo svartan dýrbytt með svona chartreuse, svona hotspot fyrir framann hakkulegur þær flugur sem ég nota. Það er mjög mikið vatn, mjög mikið litur og þá er fisksneld ofta alveg óbúslega öflug og svo er náttúrulega black ghostinn og að mér finnst eiginlega sérstaklega óþyngdur, semst ásökkenda en óþyngdur. Hún getur verið alveg óbúslega öflug sérstaklega í þessum svona grinnri stöðum sem eru oft ekki staðir. Þetta er svona, eins og ég sagði aðan, að menn eru að kasta á milli staða í svona potta og pottlæðin á milli að þá getur óþyngdur black ghost oft verið alveg óbúslega öflug. Ég hef svo sem ekkert einhver þess að bæta með flugnavalið, ég held að ég sé bara búið að dekka þetta sko. Já, pínlít sem við náungan ákváðum að taka þetta pínlítið spes fyrir. Svo sem fórum aðeins inn á þetta áðan og þetta er ekki eins og þetta eigi eingöngu við varma, heldur bara öllu veiðstæði sem þið veiðir. Skilja við veiðstæðan eins og þið viljum koma á honum. Þetta vil ekki allir koma að bylta veiðstæð, en þið í rauninni minkið að skaða sem að ollið þið hafið valdið við það veiðan. Þið minkið það með því að framma ekki bakkana eða skegna staði eða eitthvað tímavít. Ég varma á að það er nægur fiskur. Það er fullt af stöðum sem að geyma
með 10, 15, 20 fiska og svona, það eru helst þessir sem við töldum upp sem að bera þar af. Sumir halda fleirum, sumir halda aðeins færri en það eru grónkastöðum sem að halda góðu magni fiska og hvað þá ef við þurfum að telja þá staði sem að halda 5 fiskum eða fleiri. Það er alveg ógreinastöðum. Þannig ekki skýtna veiðistaði þó þess við búin að veiða á af því að þið viljið ekki að maðurinn sem að veit staðan undan ykkur hafi skýnt hann. Það er líka alveg því að hann hafi stygt hann. Og þú veist, almennt þó þess ég að lappa til og frá veiðistað og svona að helst þarna að lappa þokkalega frá bakkanum. Þannig að ef það er einhver sem veit einhverja hólu sem þið vitið ekki því lappið framhjá að því sé ekki stíkja endilega fyrir okkur. Þannig að við erum ekki því saman. Eitthvað sem þú vilt bæta þig? Ég held sér bara komið. Við erum búin að fara hérna svolítið vítt og breitt hérna varmána og ég vona að við hefur lært eitthvað á þessu. Því að það er ekki alveg það eru svo margir hérna inni og maður veit ekki alveg hver og einn er staddur og veiðin er svo margt fyrir mörgum og fólk nálgast þetta svo á misjafnan hátt. Þannig að það er svolítið erfitt að reyna, ég veit að þið ekki kannski að fara að veiða eins og hrafninn að gera en alveg eins og ég er að gera en ég held að það er gott að hlusta á aðra sem hafa kannski reynslu af veiði og veiðistöðum eins og Varmá og það er eiginlega ekkert sem að það sem að þið getið gert er ástundunum sem að er aðalatriðið. Ef þið stundið annað, ef þið farið oftar heldur en kannski bara einu svona ári eða ef þið farið einu svona ári, farið á hverju ári, ef þið farið á hverju ári í 10 ár þá fáið þið smá reynslu og það er það sem skilar ykkur best. Svo reynið þið bara náttúrulega að taka frá öðrum þar sem að þið teljið að geti gagnast ykkur og bætið því við sem að þið kunnið eða það sem að reynsla kennir ykkur. Og ég vona að núna í kvöld að það hefði verið eitthvað sem þið getið tekið, sett í veiðivesti, tekið með ykkur á Árbakkann og það nýtist ykkur núna í vor í veiði í Varmá. Þá ætlum ég bara að taka fyrir. Já, takk fyrir okkur.